Jæja, ráðherra og góðir gestir bæði hérna í þessum fallega sal og í streifinu heima eða hvar sem þið eru á vinnustað. Góðan dag og velkomin á þetta málþing. Tilefnið er hérna drögastefnu einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu. Nú þurfum við öll að læra þetta orð, einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta. Það er ennþá verið að leiðrétta mig til að tala þetta. Fólk sem meina einstaklingsmiðaðu það ekki, en ég sagði einstaklingsniðin. Þetta er svona eitt af þessum hugtökum hérna sem við þurfum að læra. Og munum sérstaklega ávantarlega að gera það í framhaldi af þessum ágæta fundi hér í dag. Ég heiti Hensi Alexander Henriksson og var fengið til að stýra þessum fundi. Og það gangi nú alveg ágætlega með allt og allt, en að vera stjórnar svona hópið á læknum getur gengið ýmsu, en ég vona að þetta gangi all ljómandi vel hjá okkur í dag. Ég, eins og ég segi, það er tilefnið þessi drögastefnu frá svona starfshópi heilbrigðisráðherra. Það er oft starfshópar starfandi. Ég vann einu sinni og var annar ritstjóri bókar íslenskt lýðræði, og þegar ég var svona að kynna bókina í framhaldi af útgáfu hennar, þá talaði ég mikið svona íslensk stjórnmál á málþingum og fundum, og það var tvennt sem ég fann að fólk svona hafði lítið þol fyrir íslensku samfélagi. Það var annars vegar sem ég talaði mikið og reyndi að tala upp í þessum fyrirlesturum mínum. Það var annars vegar stjórnmálaflokkar. Fólk var mjög pirraði í stjórnmálaflokkar sem eru mjög mikilvægir og við þurfum að sinna þeim yfirleitt. Hitt voru starfshópar. Það var alveg svona, það er ákveðið óþol í íslensku samfélagi starfshópa, en þeir eru gríðarlega mikilvægi fyrir starfið í samfélaginu. Og ég þekki það ágætlega. Ég er nú sjálfur að stýra einum fóstur- og nýburaskimanir og fósturvísagreiningar sem við ætlum vonandi að skila núna fljótlega, og það starf kallast ákaflega á við starfið í þessum starfshóp hérna, og við erum bara að fara inn í breytta tíma, og það að ráðuneytið hafi skipað þessa tvo starfshópa til þess að fá einhvern svona drögastefnu þessum málaflokki skiptir gríðarlega miklu máli. En svo er það náttúrulega auðvitað þannig með starfshópa að það er spurning hvað er gert með vinnuna þeirra. Einu sinni stýrði ég starfshópi hérna á vegum ráðuneytisins og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu, og við skiluðum, og það var sagt að þetta verði algjört forgangsmál, og það hefur verið 5 árum og ég held að það er nú ekkert gerst síðan í sambandi við þessi mál. Jæja, en það er eins og það gengur, eins og þetta getur ýmislegt gerst í þessu. En það er allavega á hreinu að heilbrigðisþjónusta svokölluð er komin til að vera, og það er ákaflega áhugavert og spennandi að sjá hvaða mynd hún tekur á sig, og það er það sem við ætlum að ræða hér í dag. Hvaða mynd mun þessi heilbrigðisþjónusta í víðum skilningi taka á sig. Og áður en við hefjum þetta formlega dagskrá, þá ætla ég bara að nefna eitt hérna, að þetta er morgunverðarfundur, en það er enginn að fá sér morgunverð hérna ennþá. Vonandi sé ekki ósvöng, en það er sagt morgunverðurinn kemur hérna ekki fyrir 9:30 og er hérna fyrir framan þetta herbyggi. Þannig að dagskráin er til 10, ég ætla að reyna að hætta aðeins fyrr til þess að gefa ykkur tækifæri til að fá okkur morgunverð. Og auðvitað eru svona fundir, þeir snúast ekki bara það sem frummælendur segja og það sem við segjum svo hér í pallborða eftir. Auðvitað er þetta líka mikilvægt að fólk komi saman og spjalli þessi mál við kunningja og kollega. Þannig að ég vona því að það gefi ykkur smá tíma til þess að þiggja morgunverð hérna fyrir framan að fundi loknum, og við spjöllum saman allt það sem við höfum orðið vísari á þessum fundi. En það er ánægjulegt að geta boðið hér fyrsta frummælanda í pontu. Það er Kári Stefánsson sem var formaður starfshópsins, og hann mun hefja þennan fund með að ávarpa hann. Takk. Gjörðu svo vel, Kári. Og hver? Og hér er músin týnd. Þetta er að vísa afskaplega nötulega slægur, þannig að ég vissum að það gerir okkur gagn. Gerir nokkuð gagn. Við skulum samt finna þess. Ég finn bara ekki músina. Gætur nokkuð? Kemur þarna en hún kemur ekki að skjáin, já. Þarna kemur hún. Mást ekki. Þetta er komið. Þetta er ekki þú vantarlega. Gætur þetta ekki? Þetta er þessar nötulegu sleður. Settu þetta í display með hægri megin. Svona, gjörðu svo vel, Kári. Það er alveg ljóst að ég hef skilið
einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu svolítið öðruvísi en henni. Þetta ekki fyrst og fremst heilbrigðisþjónusta sem stunduð í skjóli erfðafræði. Það alls konar aðrir hluti sem kom í þetta. En ég ætla hins vegar að leggja það áherslu frá mínu bæjardyrum séð þá það afskaplega mikið forréttindi að fá að tala heilbrigðisþjónustu án þess að vera að tala biðlista, troðfullar bráðamóttöku, dýr lyf sem ekki fá samþykkt og skort á leguplássum. Í dag ætlum við að tala framtíðarsýn á læknisfræði. Við ætlum að tala það hvernig megi bæta heilbrigðisþjónustuna með því að stunda hana í skjóli skilnings á mannlegri fjölbreytni og það verður að hafa það í huga þegar sjúkdómur kemur upp í manni þá sjúkdómurinn aldrei í einangrun, hann alltaf í samhengi við líffræði einstaklingsins og líffræði einstaklingsins yfirleitt alltaf svolítið öðruvísi heldur en líffræði annarra einstaklinga og við erum að tala að búa til heilbrigðisþjónustu sem tekur mið af þessum mun milli einstaklinga. En svona heilbrigðisþjónusta eða heilbrigðisþjónusta almennt, hún verður ekki stunduð án skilnings á eðli sjúkdóma. Hvað það sem býr til sjúkdóm í manni? Og í dag líklega einfaldasta leiðin til þess að sækja nýja þekkingu eða nýjan skilning á sjúkdómi mannsins að rannsaka mannlega fjölbreytni, leita að henni líffræðilegu orsök á sjúkdóminum í innsæginni það sem gerir okkur pínulítið öðruvísi hver frá öðrum og hinn mannlega fjölbreytni byrjar á fjölbreytni í röðum niturbasa í erfðamenginu og sú fjölbreytni gífurleg. Við erum með fjölbreytni sem á rætur sínar í breytingum sem átt sér stað þegar að erfðamengið flutt frá einni kynslóð til annarar í 8 til 10.000 kynslóðum. En það meira heldur en fjölbreytileiki í röðum niturbasa sem býr til mannlega fjölbreytni. Við erum öll undir áhrifum umhverfisins frá því augnabliki sem við erum getin og þangað til við deyjum. Og eftir því sem við verðum eldri, þeim meira tækifæri hefur umhverfið haft þess að berja á okkur. Og það má að vissu leyti líta á tíman eða aldur eins og trekt sem safnar umhverfisáhrifum. Og þegar þið horfið til þess þá eru flestir þeir sjúkdómar sem búa til mesta byrði á heilbrigðisþjónustuna sjúkdómar sem að kvikna tiltölulega seint á ævinni eftir að umhverfið haft töluvert tækifæri til þess að hafa áhrif á okkur. Nú, hvernig brúum við þá þetta bil sem milli erfðamengis og svipgerðar, milli erfðamengis og sjúkdómsmyndar og það mjög erfitt að setja saman kerfisbundna aðferð til þess að rannsaka umhverfisáhrif. En eitt vitum við þó að meiri hlutin af áhrifum erfðamengisins fer í gegnum prótein og mjög stór hundraðshluti af áhrifum umhverfisins gerir það sama. Þannig að eitt af því sem að fólk hefur reynt upp á síðkastið að skoða styrk af próteinum í blóði í tengslum við erfðafræði og líta á það í pathogenesu sjúkdóma. Einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta í raun rétti ekkert annað en heilbrigðisþjónusta sem stunduð í ljósi þekkingar á því sem býr að baki mannlegri fjölbreytni og það dálítið gaman þegar maður skoðar annars vegar það hvernig menn bera sig að því að nota mannlega fjölbreytni til þess að gera uppgötvanir á annan veginn og hinn veginn hvernig þeir nota sér hið sama við að vinna að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu. Þegar við erum að reyna að gera uppgötvanir og eðli sjúkdóma, þá erum við alltaf að leita að einhverjum samnefnara í hópi manna sem hafa svipaða hættu á því að fá sjúkdóm eða eru bregðast við meðferð á sama hátt og svo framvegis. Til dæmis að við erum að leita að þeim líffræðilegum breytum sem að tengjast hættuna á því að fá hjartasjúkdóm, krabbamein eða astma og svo framvegis. Og þegar við finnum þann samnefnara þá erum við langoftast mistvottum í leiðavísi að því hvernig við getum uppgötvað hvað býr að baki sjúkdóminum. Við erum að leita samnefnara hópa fólks sem deila einhverju líffræði þegar við erum að gera uppgötvunina. Þegar við erum að vinna að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu þá erum við að reyna að finna hópinn sem einstaklingurinn fellur inn í. Við erum að nota samskorar aðferðir, það má líta svo á við séum að snúa þeim við þegar við byrjum að vinna að heilbrigðisþjónustunni
Og þá það spurningin hvað þurfum við til þess að geta unnið að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu í okkar samfélagi þannig að það skipti máli. Og það sem ég að tala núna mín eigin sýn á hvernig þetta hlýtur að verða að endingu og það sem ég að tala er ekki einhvað sem má búast við að við höfum í þessu samfélagi á morgun en við hljótum að enda upp með einhvað sem að lítist þessum. Það að segja við þurfum þrennt til, við þurfum gagnagrunn með heilbrigðisupplýsingum með mjög stóran hundraðshluta þjóðarinnar sem ónafngreinanlegur. Gögnin í þessum gagnagrunni yrðu notað til að þjálfa gervigreindarforrit sem ætlað að fígúra út hvernig hver einasti datapunktur í þessum databasa háður öllum öðrum datapunktum í databasanum. Og nota þetta til að hjálpa okkur við að skilja hvernig áhætta á sjúkdómi verður til, hvernig sjúkdómsmyndin verður til, hvernig menn bregðast við meðferð og svo framvegis. Í þriðja lagi þá þurfum við aðferð fyrir einstaklingin. Viðskiptavin heilbrigðisþjónustunnar til að komast að þeirri þekkingu eða nýta sér það þekkingu sem verður til við að hleypa þessu gervigreindarforriti lausu á þennan gagnagrunn. Og besta leiðin til þess held ég sé að búa til app þar sem einstaklingar í samfélaginu geta komið fyrir öllum þeim heilbrigðisupplýsingum það sjálfa sem til rafrænum sjúkraskrám, lyfjum sem þeir taka, lífstíl, upplýsingum af wearable devices og svo framvegis. Þegar ég að tala heilbrigðisupplýsingar eins og í þessum gagnagrunni eða ópersónutengjanlegum heilbrigðisupplýsingum í svona gagnagrunni annars vegar og heilbrigðisupplýsingum með einstaklingin hins vegar, þá ég að tala heilbrigðisupplýsingar með mjög breiða skilgreiningu. Það að segja ef þið veltið fyrir ykkur að það sem ræður mestu það hversu lengi fólk lifir hvað það socio-economic status, það að segja hversu vel þeir búa í samfélaginu. Og það rauninni ekki hægt að byggja upp merkilega einstaklingsmiðla heilbrigðisþjónustu án þess að við tökum inn í laun fólks, menntun fólks og svo framvegis. Það sem gerir þessa nálgun á heilbrigðisþjónustu athyglisverða númer 1 að viðskiptavinur heilbrigðisþjónustu að þessara tegundar af heilbrigðisþjónustu í langflestum tilfellum heilbrigður einstaklingur. Það að segja að þessi tegund af heilbrigðisþjónustu miðast við að hjálpa fólki meðal annars við að halda í heilsu, ekki bara bregðast við sjúkdómi þegar koma. Annars sem gerir þessa tegund af heilbrigðisþjónustu aðlaðandi að þarna verður einstaklingurinn virkur þáttakandi í eigin heilbrigðisþjónustu. Nú, ég ekki nokkrum vafa að maðurinn sem situr mér til vinstri handar hefur ýmsar spurningur það hvernig við hlúum að rétti einstaklingsins til að fá að vera í friði í sínu samfélagi. Það sem gerir þetta að mér finnst aðlaðandi þegar kemur að þeir hlið málsins að þarna liggur allt valdið í höndum einstaklingsins. Hann hleður inn þeim upplýsingur sem hann vill að séu notaðar inn í þetta app og hann ákveður með hverjum hann deilir þessum upplýsingum. Fyrir utan þessar heilbrigðisupplýsingar sem nú þegar til í íslensku samfélagi, þá mjög skynsamlegt að bæta við viðbótargögnum sem geta aukið gæði, geta aukið nákvæmnina í því sem kemur út úr gervigreindarforritinu, gögnum eins og röðum nítróbasa í erfðamengi, arfgerðum, styrka prótein í blóðu og svo framvegis. Þegar þannig gögn komin ofan á hinn venjulegu heilbrigðisgögn, hægt að fara að spyrja alls konar spurningar sem lúta ekki bara að sjúkdómum, heldur til dæmis að hrörnun líffæra áður en að sjúkdómar myndast og sem býður upp á þann möguleika að grípa inn í prósessin áður en að sjúkdómur greinist. Það hægt að byrja að vinna með pre-diagnostic deterioration á líffærum. Og ég ætla að enda með að benda á eitt dæmi hvað getur fengist út úr því að líta á líffræðilegan aldur líffæra. Og það eitt af því sem að Magnús Úlfarsson og Hannes Helgason hafa verið að vinna að niður í Vatnsmýri, að nota alls konar aðferði til að meta líffræðilegan aldur líffæra.
þeir eru verið að nota segulómanaskömm, þeir eru verið að nota prótein í blóð og svo framvegis. Og það sem ég finnst sjálf sér mest interessant af þessum þegar þeir voru að skoða líffræðilegan aldur 37 líffæra með því að nota tiltölulega einfalt gervigreindarforrit og í kringum 100 prótein í blóði. Og það sem þeir gera það fyrst og fremst þeir meta, taka stóran hóp af fólki og taka síðan prótein sem eiga rætur sínar í heila, hjarta og svo framvegis og nota þau prótein til þess að geta sér til aldur einstaklingsins. Síðan þegar þeir beita þessu líkani á fólk almennt, þá taka þeir fyrst og fremst aldur einstaklingsins, draga síðan frá því líffræðilegan aldur sem segja heilans og ef talan sem kemur út minni heldur 0, þá að eiga sér stað hrörnun heilans langt fyrir aldur fram. Og þegar þeir voru búin að gera þetta, þá fóru þeir og spurðu spurninginnar, vitum við eitthvað sem hefur áhrif á líffræðilegan aldur heila? Og þeir fundu fullt af sjúkdómum sem að auka í líffræðilegan aldur heila og fæstir af þeim sjúkdómum kom okkur óvart, sjúkdómar eins og Alzheimer og Parkinson sjúkdómur. En það sem ég finnst virkilega athyglisvert að þeir fundu eitt sem hefur áhrif til að minnka líffræðilegan aldur heila og það er hreyfing. Það er að segja það er líkamsrækt og þeir sem stunda líkamsrækt reglulega, þeir eru með líffræðilegan aldur heila sem er 0,25 staðalfrávikum minni heldur en hjá fólki almennt. Og þetta býður upp á alls konar möguleikar. Í fyrsta lagi þá er heilin líklega það líffæri sem er erfiðast að hafa áhrif á, en við getum samt haft áhrif á það með því að hreyfa okkur. Þetta býður líka ekki bara upp á þann möguleika að við hlúum að okkur sjálfum, þetta býður upp á þann möguleika að við getum farið að gera kröfu til alls konar fólks í samfélaginu. Til dæmis þegar við kjósum fólk til að stjórna landinu til 4 ára, kannski við eigum að krefjast af því að þeir fari í ræktina minnst kosti einu sinni á dag. Og ef það verður gert, þá má vel vera að landinu verði vel stjórnað. En meira alltaf því að segja, en það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að heilbrigðisþjónusta sem er rekin er sniðin eftir þörfum einstaklingsins, sniðin eftir líffræði einstaklingsins, er heilbrigðisþjónusta sem kemur til með að gagnast miklu betur við að viðhalda heilsu í stað þess að grípa inn í eftir að sjúkdómur hefur komið. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Kári, fyrir frábært opnunarerindi og góða hugvekju. Þá skulum við færa okkur aðeins meira inn í starfshópsins og mér langar til að bjóða hérna upp Sædísi Sævarsdóttur, forseta læknadeildar Háskóla Íslands, sem mun nú kynna skýrslu hópsins. Gjörðu svo vel. Við þurfum að kynna hérna. Við kynna músina aftur. Sjáu þið músina á skjánum? Ég held hún fari hérna á milli skjáana. Þarna kom hún, já. Svona, og þá er það spurning Þú hvað finnst hérna. Ljómandi. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Já, ég var sem sagt fulltrúi Læknafélags Íslands í starfshópnum og var falið fyrir hönd starfshópsins að kynna vinnuna sem lýst í skýrslunni og drög að stefnu einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu. Hér er listi yfir það frábæra samstarfsfólk sem vann að þessum drögum að stefnu og við eins og sjáum á hér og má lesa nánar ef þið farið inn á skýrsluna á vefnum hjá stjórnarráðinu, þá erum við fulltrúar úr breiðum hópi frá ýmsum sviðum sem að hafa þýðingu fyrir þetta verkefni. Og hérna má sjá tilkynninguna, hún var sem sagt birt nú nýverið.
Nú einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta eins og Pétur Henry kom inn á, hugtak sem við þurfum að temja okkur. Eitt sem var ég gerð prófessor í sniðlækningum og fólk spurði hvar maður gæti valið sér slíka sérmenntun, þannig að ég er glöð með þetta einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta þó það sé kannski ekki alveg tamt heiti, en þetta í raun og veru íslenska hugtakið fyrir personalized eða precision medicine sem núna í auknum mæli við tölum personalized eða precision health. Nú einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta felur í sér að forvarnir, greining og meðferð sniðin sérstaklega hverjum einstaklingi eftir því sem kostur meðal annars á grunni erfðafræði, lífvísa og klínískra upplýsinga. Og markmiðið að velja besta meðferðarkostin á hverjum tíma, forðast ónauðsynlega meðferðir og draga úr aukaverkunum. Og við sem störfum í heilbrigðisþjónustu höfum náttúrulega alla tíð, öldum saman, reynt að gera þetta. En upplýsingamagnið og tækniþróunin hefur verið það hröð á síðustu misserum að við verðum að gera þetta með svolítið skipulegri hætti og það kannski ekki síst bakgrunninn að því að þetta sem ég fannst í byrjun svolítið tískufyrirbæri hefur verið að ná miklum sessi. Þannig að ef við horfum hérna á dæmigert ferli hvernig við lítum á sjúkdóm, við getum verið að tala um forvarnir, greining og undirflokka, val á meðferð, metum virkni og aukaverkun og horfur og fylgikvilla og einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta nýtir einfaldlega alla þá þætti sem sýnt hafa gagnreynd tengsl við áhættu, horfur og meðferðarsvörun. Þannig byggir hún að skilningi á því hvað veldur mannlegri fjölbreytni eins og Kári kom inn á og hvernig hægt að nýta þessa hratt vaxandi þekkingu henni til að bregðast fyrr við, forðast alvarlegar afleiðingur og stýra meðferð betur. Og auk einstaklingsniðinnar heilbrigðisþjónustu kemur einstaklingsmiðuð nálgun og þess vegna fagna ég þessu breytta heiti eftir tillögu frá heilbrigðisráðherra að nota orðið einstaklingsniðin því annars hefur þessu oft verið nálgað við það, ruglað saman við það sem kallað person-centered care. Það að segja þar sem þarfir, óskir og markmið einstaklingsins að sjálfsögðu tekin með. Nú miklum fjármunum hefur verið veitt í þróun þessa málaflokks á heimsvísu þar sem einstaklingsniðin nálgun talin vera lausn á ýmsum vanda sem steðjar að heilbrigðiskerfum með vaxandi fjölga aldraðra og kostnaði heilbrigðisþjónustu. Við byggjum alfarið á skilgreiningu sem til dæmis Evrópusambandið notar og flesta nágrannaþjóðir Íslands hafa þegar markað sér stefnu í einstaklingsniðin heilbrigðisþjónustu. Og til að beita henni þarf að skapa safn með heildstæðum upplýsingum svo sé að skilja hvaða þættir hafa áhrif á heilsu hvers einstaklings og byggja kerfi sem nýta þann grunn innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að við erum að tala að samþætta rannsóknargagnagrunn og heilbrigðisgagnagrunna og þeir geta falið í sér upplýsingar lífvísa eins og arfgerðir og prótínmagn, atferli og lifnaðarhætti, faraldsfræði, umhverfisþætti, klíníska breytur og svo framvegis og allar þessar upplýsingar sem geta nýst við að búa til spálíkun og hjálpa við meðferð einstaklinga og að fyrirbyggja sjúkdóma, flokkufundi einstaklingsniðinnar heilbrigðisþjónustu. Nú lífvísar eins og arfgerðir og prótínmælingar gegna auðvitað lykilhlutverki og rannsóknir hérlendis á vegum Íslenska erfðagreininga, Hjartaverndar, Krabbameinsfélags, Háskólans og fleiri hafa skapað ferla og reynslu í samstarfi auðvitað við starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar með því að samþætta klínískar upplýsingar úr heilbrigðis og öðrum gagnagrunnum við upplýsingar lífvísa, lifnaðarhætti og fleira. Og það sem Íslendingar eru mest raðgreinda þýði heimsins, ekki síst þökk sé Kára Stefánsen og hans fylgdarfólki hjá Íslenskri erfðagreiningu og ættfræði upplýsingar heilla þjóðar eru aðgengilegar og rafrænu formi í Íslendingabók, þá erum við í alveg sérstaklega góðri stöðu til að nýta erfða og ættfræði upplýsingar og fyrirliggjandi gagnagrunnum. Þetta einn af styrkleikum Íslands til að vera í fararbroddi við þróun á einstaklingsniðinni heilbrigðisþjónustu. American College of Medical Genetics and Genomics uppfærir reglulega lista yfir meðferðarbærar arfgerðir, actionable genotypes. Þá erum við að tala arfgerðir sem að ef þú greinir þær, þá geturðu hjálpa einstaklingnum og nýta rétt eins og við nýtum aðrar breytur í klíníska breytur til þess að veita heilbrigðisþjónustu með því að fyrirbyggja sjúkdóma eða meðhöndla þá áður en meiri skaði skeður. Og listaútgefnu 2021 voru meðferðarbærar arfgerðir í 73 genum tengda sjúkdómum sem hægt að fyrirbyggja eða meðhöndla
og mörg ykkar þekkja til þessara rannsóknar og vegum IE þar sem að niðurstaðan var að 4% Íslendinga báru slíka arfgerð. Nú það ekki talið æskilegt þarft eða fýsilegt að afhenda allar erfðaupplýsingar hvort sem milli einstaklinga eða heilbrigðisþjónustunnar heldur færi gagnaafhending á rannsóknargrunnum fram hverju sinni á grundvelli lista frá sérfræðinefnd sem ég kem náður að síður yfir til dæmis meðferðarbærar upplýsingar og slíkt fyrirkomulag myndi miða því að hámarka möguleika einstaklinga á einstaklingsniðinni heilbrigðisþjónustu og hafa skilgreind sjúklingaflæði og meðferðarúrræði áður en einstaklingar eru upplýstir. Svo heilbrigðisþjónustan geti tekið við því sem kemur í kjölfarið á upplýsingunum. Samfélagsuppbygging á Íslandi styður þróun einstaklingsniðinna heilbrigðisþjónustu. Við höfum heilbrigðisþjónustu fyrir alla landsmenn, við höfum víðtæka rafræna skráninga heilbrigðisupplýsinga og annar einstaklingsbundinna þátt yfir langt tímabil, hátt menntunarstig, gæðagagnagrunna, stór lífsýnasöfn, skýran lagaramma og siðareglur, innviði fyrir tæknilega uppbyggingu, gagnaöryggi og kennitölur eru lykillinn að samþættingu. Auðvitað má þróa og bæta marga af þessum punktum, en þetta grunnurinn á okkar samfélagsuppbyggingu, rétt eins og hinum Norðurlöndunum, eins og kemur fram í þessari skýrslu frá Nordforsk og Nordic Commons Report, og við erum öfunduð af mjög mörgum annar staðar í heiminum af því að hafa þetta tækifæri og því litið til okkar og Norðurlandana til þess að ryðja svolítið brautina fyrir þessa þróun. Þannig að Ísland hefur allt til að bera til að innleiða einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu og styrkleikar Íslands sem samhentrar og tæknivæddar þjóðar sem getur náð skjótum og góðum árangri þegar á reynir komu vel fram í kórónuveirufaraldrinum. Það var víðtæk sýnataka, það var skjót úrvinnsla, rafræni spurningalistar með líkonum sem studdu við forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu. Það var sérhæfð göngudeild sem fyrirbyggði margar innlagnir á legudeildir, trygg upplýsingagjöf og í ljósi víðtækra erfðaupplýsingar rannsóknargagnagrunnum á Íslandi og þessar arfgerðir ekki háðar tímapunkti við blóðrannsókn eða upplýsingasöfnun, heppilegt að hefja ferlið að innleiða einstaklingsniðinna heilbrigðisþjónustu á landsvísu með nýtingu og meðferðarbærum arfgerðum. Rétt núverandi lagaumhverfi og álitamál, þá byggjum við í dag á lögum vísindarannsóknar heilbrigðissviði frá 2014 þar sem einungis má upplýsa einstaklingum niðurstöðu vísindarannsóknar ef hann hefur fyrirfram undirritað upplýsamþykki fyrir hvort hann vilji frá upplýsingar. Þannig að það því háð því hvort gagna sé aflað sem hluta á heilbrigðisþjónustu eða vísindarannsókn, hvort einstaklingum megi vita hvort hann beri meðferðarbærar arfgerðir eða aðra áhættuþætti sem hafa áhrif á heilsufar. Í tilviki sumra rannsókna hefur verið aflað sérstaklega leyfis til að láta þátttakendur vita ef þeir bera meðferðarbærar arfgerðir eða aðra þætti sem hafa þýðingu fyrir einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu sem raunin að nær allir samþykkja. Þetta skapar aftur á móti siðferðileg álitamál þar sem rétturinn að vera ekki upplýstur heilsufarsþætti leiðir til þess að einstaklingar fá ekki upplýsingar þætti sem geta bætt heilsu þeirra. Auk þess sem ættingjar einstaklinga með meðferðarbærar arfgerðir fá ekki tækifæri til að fara í skimun og bregðast við. Þannig að spyrja hvort samfélagið hafi efni á því að nýta ekki tiltækar upplýsingar til að gera forvarnir og skimun hnitmiðrar en nú Og dæmi hérna til dæmis að bæði frá Hjartavernd og Íslenska erfðagreininga hafi verið unnar rannsóknir á arfgengri hækkun kólesteróls. Rannsókn Hjartaverndar gat á grunni upplýsts samþykkis látið arfbera vita en ekki rannsókn Íslenskrar erfðagreiningar þar sem í henni var ekki óskað eftir slíku umsókn upphaflega til vísindasiðanefndar. Í hvorugu tilvikinu geta rannsakendur haft samband við ættingja sem líklegir eru til að bera sömu arfgerð. Þannig möguleiki einstaklingar til að hefja kólesterólækkandi meðferð áður en skaði skeður háður því hvaða rannsókn þátttakandi tók þátt í og hvort arfberi hafi sjálfur samband við ættingja sína. Og kosturinn eins og ég nefndi aðeins við nýtingu arfgerða að það skiptir ekki máli eins og við sjáum með grænu línunni yfir tíma hvenær sýni til að greina erfðabreytileika tekið. Á meðan að kólesterólgildi breytist með tíma og áhrifum umhverfisins. Þannig að hátt kólesteról sem greint í kjölfar kransæðastíflu dýrt fyrir heilbrigðisþjónustuna. Það beinist að meðferð og eftirfylgd afleiðinga kransæðastíflu. Hátt kólesteról sem greint þegar æðakölkun þegar hafin og þú byrjar kólesteróllækkandi meðferð auðvitað betra en samt oft talsverður skaði þegar skeður. En ef við myndum gera arfgerðagreiningu til dæmis á erfðabreytileikum í LDL viðtakanum áður en kólesterógildi hækkar og veita einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu með fyrirbyggjandi kólesterólækkandi meðferð áður en nokkur skaði skeður, þá það klárlega ódýrasta lausnin fyrir
þjónustu og samfélagið. Og það sama má segja ýmislegt annað eins og til dæmis járnaflæðslu. Nú, það sem að gerast núna og gríðarlega spennandi til viðbótar að reglugerðum Evrópskt heilbrigðisgagnasvæði eða European Health Data Space, EHDS, hún var nýlega samþykkt og EES-tæk sem þýðir að hún mun verða innleidd á Íslandi. Með reglugerðinni verður innleidd gagnkvæmisskylda í íslenskan rétt, það að segja skylda vísindamanna til að láta þátttakendur vita mikilvægum heilbrigðisupplýsingum sem þeir koma í stað þess að líta svo á að það hvíli á þáttakendum að óska sérstaklega eftir þeim. Og fram að þess hefur gilt meginreglan réttin til að vita ekki en með innleiðingu reglugerðarinnar verður semst gert ráð fyrir ætluðu samþykki svo einstaklingar verða að velja sérstaklega ef þeir vilja ekki fá upplýsingar, það sé opt-out. Og tekur þetta þá eingöngu til niðurstaðna sem koma til eftir gildistöku viðkomandi lagabreytinga og þannig að hluti af okkar verkefni í starfshópnum var að útfæra tillögur hvað við gerum við allar þær upplýsingar sem nú þegar eru fyrir hendi. Þannig nú kem ég loksins að drögunum stefnu einstaklingslega heilbrigðisþjónustu eftir þennan inngang. Fyrsta tillagan að byggja kerfi til að samþætta gagnagrunna og miðla upplýsingum til heilbrigðisstarfsfólks og einstaklinga og öruggan og aðgengilegan hátt. Til dæmis skrávísa meðferðarbæra arfgerði miðlægt og heildrænan hátt í sjúkraskrárkerfi. Þetta á ekki síst við arfgerðir sem geta valdið aukaverkunu lyfja eða bráðum veikindum eins og til dæmis tengdar illkynja háhita sem getur komið eftir svæfingalyf. Skapa lausnir þar sem arfgerðum sem hafa þýðingu fyrir ávísun á lyfjaflokkum sem hægt að fanga með ATC-kóðum og skráðum sjúkdómsgreiningum sem hægt að byggja með ECD-kóðum flaggað í miðlægu lyfjakorti til dæmis eða öllum sjúkraskrár og lyfja ávísunarkerfum hérlendis. Þannig að þeir sem ávísið afgreiða lyf sjáu það þegar þeir kóðar eru skráðir hjá sjúklingi að þetta lyf gæti verið varasamt ef einstaklingur ber tiltekna arfgerð. Gera einstaklingu kleift og tillagan á island.is að panta tími erfðaráðgjöf eða arfgerðarpróf ef hann hefur fyllt úr rafræna spurningalista sem hann getur sjálfur haft frumkvæðið af því að fylla í, til dæmis fjölskyldusögu sjúkdóma sem tengjast meðferðarbærum arfgerðum. Síðan þarf að breyta núverandi regluverki og innleiða breytingar í samræmi við nýja reglugerð Evrópskt heilbrigðisgagnasvæði og markmiðið að hægt verða að miðla þeim heilsufarsupplýsingum og rannsóknarniðurstöðum sem safnað eftir gildistöku löggjafarinnar, auk fyrirliggjandi gagna og gera þannig kleift að nýta allar upplýsingar sem hafa gildi fyrir heilsu einstaklinga. Að lagaumhverfi hér á landi styðji við að hægt verða nýta þær heilsufarsupplýsingar sem til staðar eru í rannsóknargagnagrunnum hérlendis og með innleiðingu á EHDS verður þannig eins og ég nefndi áðan svokölluð gagnsvæmisskylda lögleidd þannig að skylt að miðla heilsufarsupplýsingum og rannsóknarniðurstöðum til viðkomandi nema hann velji sérstaklega að fá ekki slíkar upplýsingar. Það þarf að tryggja lagalega einstaklingu sé gert kleift að velja að vera ekki upplýstir upplýsingar sem koma fram og að upplýsingar verða ekki misnotaðar. Nú, gera einstaklingu kleift að velja að fá ekki upplýsingar sem koma fram í fyrirliggjandi rannsóknargagnagrunum og hafa þýðingu fyrir einstaklingslega heilbrigðisþjónustu. Hérna erum við kannski að tala meira tæknilausnirnar þá, að þróa þessa synjunarmöguleika á island.is sambærilegt og fyrir líffæragjafir og gera einstaklingu þá sérstaklega kleift að hafna nýtingu erfðaupplýsinga. Hafa einnig möguleika til að endurskoða val, það þarf að vera til staðar og svo þarf að meta þörf á að gefa einstaklingu kosta og velja hvort þið fá upplýsingar sjálfir, að upplýsingum verði einnig komið til heilbrigðisþjónustunnar eða fá engar upplýsingar. En ef upplýsingum komið til heilbrigðiskerfisins verði þeim miðla til erfðaráðgjafa Landspítala sem mun verða ábyrg fyrir að koma þeim á framfæri og sjá að koma einstaklingum í réttan farveg. Nú, við leggjum einnig til að skipa sérfræðinefnd sem hafi yfirumsjón með innleiðingu á einstaklingslegin heilbrigðisþjónustu en í ljósi víðtækra erfðaupplýsingar í rannsóknargagnagrunnum á Íslandi og arfgerðir ekki háðar tímapunkti við framkvæmd blóðrannsóknar heppilegt að við teljum að hefja ferlið við innleiða einstaklingslega heilbrigðisþjónustu á landsvísu með nýtingu og meðferðarbærum arfgerðum og það nú það sem hefur líka verið í forgangi hjá öðrum þjóðum. Nú verkefni nefndarinnar þá að móta áætlun fyrir heilbrigðiskerfum forgangsröðun, nýtingu og miðlun upplýsingu og rannsóknum til heilbrigðiskerfisins og hafa yfirumsjón með forgangsröðun þessu hnitmiðari skimun á meðferðarbærum arfgerðum tiltekinna áhættugena byggt á fyrirliggjandi gögnum og verkferlum fyrir greiningu, meðferð og eftirlit. Hérna einfaldlega skematíst hvernig við sjáum þetta fyrir okkur
sem dæmi að áhættuhópi, arfberum og ættingjum boðið til dæmis í hnitmiðaða skimun targeted screening gegnum Ísland.is með fræðslumyndböndum og upplýsingum þar sem kemur fram að þú eða ættingin þinn með meðferðarbær arfger og þér því hér með borið í blóðpróf og þá þetta bara gert rétt eins og við boðum fólk í skimun í dag byggt á aldur og kyni. Rafræn undirskrift leiðir til blóðprófu sem þá staðfestingapróf fyrir arfbera og rafræn spurningalista og niðurstöður arfgeraprófa berast rafrænt og arfberum borið upp á erfðaráðgjöf og komið í viðeigandi eftirlit. Tilraunaverkefni sem við leggjum til að miðla verði meðferðarbörum arfgerðum sem tengjast ákveðnum sjúkdómaflokkum þar sem við höfum valið verkefni sem við teljum heppileg til að byrja með. Fyrsti flokkurinn langvinni sjúkdómar sem unnt vera að greina og meðhöndla fyrr eins og kólesterólhækkun eða járnóflæðsla. Krabbamein eins og Sigurdís mun fjalla nánar og eftir, alvarleg aukaverkunum lyfja eins og illkynja háhita, banvænu sjúkdómar með barnæsku sem hafa afar háa beratíðni á Íslandi, til dæmis landnema stökkbreytinga þar sem hægt að bjóða berapurum fósturvísisgreiningu og Hans Tómas mun aðeins koma inn á þetta líka á eftir. Og hérna svona yfirlit yfir þau tilraunaverkefni sem við leggjum til næstu 3 árin. Það þá illkynja háhiti, arfgeng járnóflæðsla, arfgeng kólesterólhækkun, arfgerðir tengdar brjóstakrabbameini, linsheilkenni og öðrum krabbameinum, arfgerðir tengdar aukaverkunu lyfja og skyndidauði vegna arfgengra hjartsláttartruflana. Auðvitað eru fjöldi annarra sjúkdóma en við verðum einhvers staðar að byrja og hérna teljum við að við séum með nokkuð góða verkferla nú þegar og þetta sé svona, ef maður má sletta, low hanging fruits. Og Erfðaráðgjöf Landspítala hefur þá yfirumsjónina en auðvitað getur margt af þessu gerst annars staðar í heilbrigðisþjónustunni eftir því sem heppilegt talið og það verður þá einfaldlega mótað í aðgerðaáætlun. Síðast en ekki síst að útbúa kennsluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og almenning því það lykilatriði að þeir sem starfa í heilbrigðisþjónustu og safna upplýsingum til að þróa einstaklingslega heilbrigðisþjónustu skilji tilgang og mikilvægi þess að sem víðtækustum upplýsingum sé safnað með réttum hætti. Og sama á í raun við notendur heilbrigðisþjónustunnar sem mætti virkja mun meira við upplýsingasöfnun með rafrænum hætti og þarf að þróa slíka lausni bæði til að safna og miðla upplýsingu til notenda. Og hérna eru myndir úr samnorrænu netnámskeiði í einstaklingslegin heilbrigðisþjónustu sem öllum opið og við tókum þátt í að búa til. Síðan þarf að skapa innviðið miðstöð fyrir einstaklingslegin heilbrigðisþjónustu samhliða því sem reynsla aflast á tilraunaverkefnum þarf að þróa þetta framtíðarumhverfi og við teljum að við á Íslandi séum í góðri aðstöðu þess að samþætta svona rannsóknar á heilbrigðisþjónustu og þetta þarf auðvitað að þróast eftir því sem þekkingin eykst. En það lykilatriði að hefja aðlögun og innleiðingu á nýrri reglugerð evrópskt heilbrigðisgagnasvæði sem byggir á þessari gagnkvæmnisskyldu. Þannig að þetta sem ég var í raun og veru að nefna eru næstu skref að okkar mati og það þarf að gera þetta einfaldlega að einn af grunnstoðum heilbrigðiskerfisins, telur starfshópurinn. Þannig að fyrir ykkur sem drukknuð aðeins í orðaflaumnum hjá mér, þá langar mér bara svona að segja sem heilbrigðisstarfsmaður, þá líður manni stundu svona, þekkingin röð og við erum að drukkna nú þegar. En markmiðið örugglega einfalda, gera skilvirkara og snjallara, þannig að við förum að sjá skýrari framtíðarmynd fyrir hvern einstakling. Takk fyrir. Takk kærlega Sædís fyrir alveg frábært erindi sem ég held að hafa útskýrt mjög vel fyrir okkur hvernig skýrslan uppbyggð og hverjar hugmyndir starfshópsins eru. Þetta var bæði nákvæmt og talaði orðaflaum en ég held að þetta hafi einmitt verið mjög skýrt og þægilegt að fylgja þessu. Næst langar mér að bjóða upp annan úr starfshópnum, Hans Tómas Björnsson, yfirlæknir erfða- og sæmyndalæknisfræðideildar Landspítala og hann ætlar aðeins að taka okkur meira svona inn í framtíðina og skýra betur hvað framundan. Og hvað kemur hún? Þannig kemur hún. Loks. Kannast þú við þinn titil? Já. Það er hálf tónlegt en þetta bara svo flókið þess. Svona, fyrir ekki það. Gjörðu vel. Takk hérlega. Ráðherra, forstjóri, fundarmenn, frábær hópur hérna í dag og var gaman að taka þátt í þessum starfshópi.
Mér langaði svona til aðeins að hnykkja á tækifærunum hvað að gerast bara í heiminum, ekki bara í okkur. Og ég geri það oft þannig að tala þessar 3 byltingar sem ég finnst vera í gangi. Fyrsta bylting miklu betri geta til að raðgreina og greina sjúkdóma fyrr og betur. Bylting 2 svona ákveðin bylting sem að verða í meðferðum og 3. byltingin þessi gagnabylting sem að verða. Og ég ætla að byrja á þessari greiningabyltingu og bara svona til að sýna ykkur hvar við byrjuðum og hvar við erum. Ef einhver fór til erfðalæknis 1970 til 1980 með þroskaskerðingu, þá var líkurnar á því að þeir gætu fengið greiningu var 5%. Við áttum 1 próf sem var litningarnir. Og síðan var tímabil það sem að fólk gat svona skoða sjúklinginn, giskað á genið, raðgreint stök gen eða skoða hvort það voru úrfellingar á því og það batnaði aðeins. Og svo síðustu árum hefur orðið bara sprenging í þessu. Þannig að bara þú sjáið, þetta eru kannski ígjur í þessari grein nákvæmlega með greiningartíðnina, en það líka valið það sem að seinþroski eða slíkt það sem við stöndum okkur best í að greina oft. Og framfarirnar voru þessi stóru próf, örflagan, táknræðagreiningin og svo heilræðagreiningin. Og við höfum staðið okkur svaka vel á Íslandi, þökks í íslenska erfðagreiningu, greint óbóðslega mikið af fólki. Og fólk ofta að spyrja mig, þú veist, til hvers, þetta ekki bara, ég þarf alltaf á hverju ári að verja kostnaðinn sem kemur að þessu, en þetta náttúrulega hjálpa gríðarlega mikið með endurkomutíðni, eftirlit og stundum meðferðir og ég ætla að gefa ykkur 1 dæmi við því að meðferðir ekki alltaf lyf, það getur líka verið eitthvað annað og þetta barn sem ég sá í Baltimore, sjást ekki kannski svo vel myndirnar, en það hefði farið á lítinn spítala og fengið RS-sýkingu. Og barnalækni á litla spítalanum kom í ljós að lifrin og milta voru stór. Og þannig að barnalæknir hringdi í mig og sagði getur ekki tjekka á þeim, það svona alvarlegt einkenni hjá börnum. Og ég hringdi í fjölskylduna og þau sagði það var eitrað fyrir barninu okkar. Og ég sagði ok, það getur vel verið að það veri eitrað fyrir barninu, en viljið koma og hitta mig. Og svo þau komu og hittu mig, það áttu enga heilbrigðistryggingu. Þannig sem ég leysti þetta ég fór og nöldraði í þeim sem stýrði erfðafræðilabbinu hvort hann gæti ekki raðgreint eitt sýni fyrir mig ókeypis. Þetta var rétt fyrir jólin og eitthvað svona og það fékk svona í gegn. Og það kom í ljós að þetta barn var með stökkbreytingu í geni sem heitir TALDO. Og þetta sjúkdómur sem heitir Trans-aldolase deficiency. Og það sem hafði gerst á litla spítalanum að barnið hafði fengið í fyrsta sinn paracetamol. 2 töflur, bara venjulegan skammt fyrir barn. Og farið í lifrarbilun og þið getið séð gildin, þetta alfa-fetoprótein á þessum ás sky high. Við settum þetta barn á N-acetylcysteine og náðum að detoxifíkera paracetamólið og gátum náð þessu gildum niður. En þetta barn, þessi sjúklingar ef þeir eru ógreindir, þá fara þeir allir í lifrarbilun, þeir geta fengið lifrarkrabbamein og þess áttar og þurfa að lifrartransplant og þetta óbóðslega dýrt fyrir kerfið. Ekki margir einstaklingar en mjög gagnlegt að finna það. Ok, bylting 2, bylting í meðferðum og meðferðarmöguleikum og stóra byltingin þetta CRISPR-Cas9 kerfi. Þetta forsíða Time 2016, þar sem fólk var svona að tala um þessa uppgötvun. Þetta kerfi kerfi sem í rauninni svona ónæmiskerfi í bakteríum. Þetta leið fyrir bakteríu til að verjast veirum. Og það man eftir fyrri sýkingar veiru inn í bakteríu. Og það sem fólki hefur tekist að gera að einangra þetta kerfi og nú getum við breytt hvaða basa sem á mjög einfaldan hátt, á mjög öflugan hátt. Og þetta eitthvað sem hefur notagildi til að búa til lyf, búa til dýramódel, frumumódel, matvæli, orkugjafa og þess háttar. Og ég held að þetta verði svona fyrst og fremst gríðarlegur hraða, þetta eitthvað sem áttur að auka hraða framþróunar mjög mikið, en þetta á líka eftir að opna fyrir nýja meðferðir. Og ég ætla bara að nefna eina, því að það kannski ekki allir í þessum hópi sem þekkja þetta, það lyf sem heitir Casgevy, sem hefur verið þróað fyrir sickle cell og alfa-thalassemia. Sickle cell og alfa-thalassemia eru sjúkdómar sem eru afar algengir á ákveðnum svæðum í heiminum og eiga eftir að verða algengari hér með breytingu yfirfærslu á fólki.
En þetta veldur óbóðslegri þjáningu og styttri lífsgæðum og þess háttar. Og þessi saga byrjar einmitt árið sem að Kári Stefánsson fæddur, 1949. Þá var fyrsta sjúkdómnum sickle cell anemia skilgreindur á molecular level, og það frá Linus Pauling. Og síðan verða mikla framfarir, það kemur í ljós að ef þú ert með sickle cell disease, þá eru sumir einstaklingar sem fá miklu vægari sjúkdóm og það eru þeir sem slökkva ekki almennilega á fetal hemoglóbíninu sínu. Þannig að ef þú ert með fetal hemoglóbín þá ertu varinn fyrir sjúkdómnum. Og þessi maður hérna sem heitir Stu Orkin, hann uppgötvaði að genið sem stjórnar því eitthvað sem heitir BCL11A. Og þetta, ef það kveikt á þessu geni þá er slökkt á fetal hemoglóbín. Og síðan skilgreindu þessu tvær ungu konur, Emmanuel Carpentier og Jennifer Doudna, þetta CRISPR-kerfi. Og fyrir nokkrum árum þá kom fyrsta CRISPR-meðferðin sem var samþykkt í Evrópu og líka í Ameríku og hún virkar þannig að tekur eiginlega allar þessar byltingar saman. Frumur eru teknar úr einstaklingnum, CRISPR notað til að drepa BCL11A og svo eru frumurnar settar aftur inn og þetta er lækning við sjúkdómnum. Þannig að, þú veist, ég held að þetta sé bara fyrsta skrefið af mörgum, þar sem við eigum eftir að sjá slíkar genameðferðir virka. Hans Tómas, þetta er sjúkdómur sem er algengjast við þeim partum heimsins sem er fátækastur. Já. Og þetta er dýrasta læknismeðferð sem til er. Já, það er gríðarlegt óréttlæti í því, en ég held að með tímanum þá mun kostnaðurinn koma niður, en það er alveg algjörlega hárrétt hjá þér. Það er í þróun lyf sem eru ósköp einfaldlega klassísk lyf sem beinast með öðrum genum sem taka þátt í að bæði hamla og hrekja þetta. Algjörlega. Ok, mér langaði að nefna eitt annað dæmi þessar CRISPR meðferðir og þessi saga byrjar aðeins seinna, 2005 og það er vísindakona sem heitir Helen Hobbs sem var að rannsaka þýði í Texas sem var í óbóðslega slæmu mataræði og allir með óbóðslega hátt kólesteról og hún komst að því að það var undirhópur þar sem var með miklu lægra kólesteról þrátt fyrir að borða, þú veist, ekki vera á góðu mataræði og þetta fólk hafði úrfellingu á þessu geni PCSK9 og það eru margir á lyfjum sem targeta þetta því að bæði var hægt að sjá að þetta er svo frábært dæmi til að sýna hvernig erfðafræðin hjálpar við lyfjaþróun að þú veist að sjúklingarnir virtust ekki hafa neitt sjúkdóm þó þau mistu þetta gen þannig að það bara hliðraði kólesterólkúrfunni og síðustu ár nýlega hefur þetta fyrirtæki sem heitir Verve Therapeutics það hefur þróað það sem er kallað base editor sem er eiginlega svona viðbótar svona aðeins flóknara CRISPR-Cas en það sem þeir eru að rannsaka fyrst í öpum, LDL kólesteról og þeir sjá að það er ein gjöf af þessu lyfi, það virkar bara í lifrinni út með 60% lækkun á kólesteróli í 200 daga. Og þeir hafa fylgt þessu eftir með í mönnum og fengið sambærilega niðurstöður og Eli Lilly var að kaupa þá fyrir gríðarlega upphæð og ég held að ástæðan fyrir mér finnst þetta áhugavert dæmi er að ég held að það geti vel verið að heilbrigðisþjónustan eftir að breytast þannig að fólk sé ekki að taka lyf á hverju degi heldur það sé kannski einhver lyfjameðferð sem gerð og síðan getur það haft langvarandi áhrif. Ok, þriðja byltingin er þessi gagnabylting og Kári talaði mjög flott þetta en mér langaði bara svona til að sýna ykkur dæmi, þú veist, hvar við erum og hvað er að gerast. Og dæmið sem mér finnst frábært er þetta dæmi hér og þetta er dæmi þar sem fólk var að keppa í því að spá fyrir ef þau er með línulega röðun á próteinu getum við spáð fyrir þrívídda byggingu próteinsins og þið sjáu að það var árleg 2 ára fresti var keppni og þið sjáu að framfarirnar voru ekki miklar þessi fyrstu 10 ár það var svona kannski 40% geta til að spá rétt fyrir og þá var fólk að nota svona struktúrbiológíu til að vita hvað raunin var. Síðan 2018 og 2020 tók þátt fyrirtæki sem heitir DeepMind með forrit sem heitir AlphaFold og þeir stóðu sér svo vel að þeir voru ásakaðir að svindla. Þurfti að fá nýtt sett. Og þetta forrit í dag spáir fyrir prótein
byggingu 90% allra próteina og maður getur fengið það í þessu gagnagrunni hér sem heitir AlphaFold Protein Structure Database. Þetta annar gríðarlegur hraðall á framfarir og framfarirnar halda áfram. Það hefur komið forrit núna sem heitir AlphaMissense sem hjálpar okkur að spá fyrir áhrif mismununarbreytinga og nýjasta eitthvað sem heitir AlphaGenome sem spáir maður gerir umbreytingar á stjórnsvæðum og svoleiðis hver áhrifin eru og Nóbelsverðlaun voru veitt í fyrra nákvæmlega fyrir þessar framfarir. Og þú veist, ástæðan fyrir að ég vildi nefna þetta dæmi að þetta dæmi hvernig svona samtvinnun á þessu risastóru gagnasettum og gervigreind getur leyst óleysanleg vandamál og flýtt fyrir uppgötvunum. Og ég held að það sé svona þetta konsept sem Kári kynnti í upphafi, það einstakt tækifæri hér. Ok, til að taka saman hér, ég held að flestir eigi eftir að hafa raðgreinu upplýsingar. Ég held að verði ný líftæknibylting sem áttur að fylgja þessari CRISPR-Cas og AlphaFold og það mun fjölga sértækum lyfjum og sum verða bara gefin sjaldan og ég held að gervigreindin verði lykil í að fullnýta þessi stóru gagnasett sem við erum að safna og eigum og þetta eru auðæfi sem við eigum í kerfinu okkar. Ok, þá ætla ég að tala aðeins einstaklingsniðna læknisþjónustu og ég ætlaði svona að skipta, þetta mynd sem teiknuð af gervigreind og þú veist, sæti sem búin að tala þetta koncept en ég held að séu ákveðið svona low hanging fruit en svo miklu stærri möguleiki svona the mother load sem að gæti náð en það aftur að taka meiri vinnu og low hanging fruit held ég að sé eins og Sædís talaði þessa meðferðarbæru breytingar og það merkilegt að ég byrjaði ákvað að fara í erfðafræði þá var ekki einn eða tveir heldur fjölmargir þar á meðal fólk í fjölskyldunum sem spurði þú veist hvaða sjúklinga ætlar þú að hitta en díkótin núna búin að sýna að 4% Íslendinga bera slíka meðferðarbæra breytingu og það er oft augljós meðferð sem fylgir þeim og ég ætla nú ekki að tala mikið það en við erum að reyna að byggja upp eitthvað sem heitir miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma sem getur tekið þátt í að styðja við þetta verkefni. Hvaða breytingar? Þetta gömul glæra þannig ég ekki með sama fjölda og Sædís en það hefur fjölgað í genónum og þetta skiptir svona í 3 hópa, það eru krabbamein og við þekkjum náttúrulega brakka mjög vel á þessu landi. Það eru hjartasjúkdómar, bandvefsjúkdómar, þykknun hjartavöðva, long QT og kólesterólhækkun. Svo eru efnaskiptagallar eins og járnofhleðsla og malignant hyperþermía. En þá spurningin hvað þekkjum við nú þegar í kerfinu? Ég held að það sé lykil spurning og Arna Rut Emilsdóttir sem deildarlæknir hjá okkur hefur tekið það saman og það áhugavert að kíkja aðeins á það að brakka, þar þekkjum við 51% fyrir brakka 2 og 32% fyrir brakka 1. Þarna höfum við bara ekstrapolerað byggt á tölunum frá Íslenskri erfðagreiningu til að segja, auðvitað er þetta alltaf eitthvað gisk, en til að segja þú veist hve mikið af þeim sem þeir segja séu á Íslandi höfum við fundið. Og það er áhugavert að segja að Íslensk erfðagreining var í rauninni búin að gefa út upplýsingar sem allir hefðu getað fengið. Ég meina með arger.is það er í rauninni engin afsökun fyrir en þetta sýnir okkur bara að það er ekki allir sem sækja þessar upplýsingar og það hefur áhrif á hvernig maður formúlerar planið til að fara áfram. Fyrir öll krabbameinin þá erum við svona með 34% af þeim, svona þriðjung af þeim sem við gætum hafa fundið. Fyrir hjartasjúkdóma og ég meina þetta svo sárt því að ef þú hugsa fjölskyldulega kólesterólhækkun og hjartamenn hefur staðið alveg svaka vel í því og við erum með sterka advokata fyrir þessu en andskotin við ættum að hafa meir en 40% af þeim. Í þessum hópi erum við með hjartasjúkdómum með svona cirka 16% í heildartölu. Og svo fyrir þessa efnaskiptasjúkdóma sem geta verið gríðarlega mikilvægir, ég meina argenga járnofhleðslan, ég meina það er einfaldasta meðferð í heimi, þú tappar af þeim reglulega. Aftur, við staðum okkur svaka vel en við erum samt bara með hluta af þessum hópi þannig að það er heilmikið starf framundan. Það er annar hópur og ég er eins og biluð plata út af því að ég sinni þessum hópi að á Íslandi er töluvert af landnemabreytingum sem valda víkjandi sjúkdómum og eitthvað af þessum sjúkdómum eru alveg hræðilegir
alveg skelfilegir. Þeir eru þannig að, þú veist, barnið deyr á fyrsta árinu, þroskast ekki, inniliggjandi allt árið og þetta ég að greina aftur og aftur og aftur og hérna, þetta eru aðrar upplýsingar, ég ekki að segja þetta sé fyrsta áherslan, en þetta eitthvað sem við þurfum að hérna, mér finnst eðlilegt að ung pör sem í barneignarhugleiðingum hefðu upplýsingar sína áhættu og myndu finna þessi pör og bjóða upp á fósturvísgreiningu í þeim tilvikum þar sem við finnum pör með sambarlegt. Og það mjög áhugavert, það hefur nýlega verið risastór rannsókn í Ástralíu, þar sem þeir gerðu bara career screening bara almennt og þeir eru ekki með eina founder population neitt svona og þeir fundu 2%, þannig að 2% af pörum ber eitthvað. Okkar tíðni verður hærri en það, þannig að þetta væri þó þetta væri ekki gagnlegt fyrir Landspítalann á árlegum basis, þá væri þetta gagnlegt fyrir landið og bara að þessar fjölskyldur sé ekki að lenda í þessu. Motherloaded, draumurinn sem ég held að Kári lýsti betur en ég get lýst að, þú veist, ef við getum samþættað öll þessi gögn, við erum mest raðgreind af því í heimi, ef við getum byrjað að samþætta gögnum á hvaða lyfjum fólk á, hvernig fólk hefur hagað sér, upplýsingar sem fólk safnar sjálft. Ég ofboðslega spenntur líka fyrir þessu sem heitir liquid biopsy, að þú veist, leita að krabbameinsáhættu með því. Ég held að sé einstakt tækifæri hérna á Íslandi til að gera þetta vel, en ég held að þetta meira svona langtíma markmið versus hitt svona skammtíma markmið. Þannig að bara stutt samantekt, það eru augljós tækifæri til að innleiða einstaklingsniðina læknisþjónustu á Íslandi og í dag held ég að við séum að stíga fyrstu skrefin og fyrstu skrefin að finna þessa einstaklinga með meðferðarbærar breytingar og ég held að næsta skref ætti að vera að finna þessi pör sem hafa áhættu fyrir þessa víkjandi sjúkdóma. En svo þessi stóri draumur sem ég held að séu einstök tækifæri og það margt á Íslandi, það ekki bara raðgreinu upplýsingar, það líka stærð kerfisins okkar, ein stofnun sem sinnir nánast öllum, sjúkraskrákerfi sem við getum haft áhrif á og ekki undir amerískum patent og þess háttar. En þetta allt sem ég ætlaði að segja. Takk kærlega fyrir mig. Já. Það sem þurfum að gera að taka þá ákvörðun að nýta það. Algjörlega. Bara með því nýta og í takka, þá getum við fundið aftur fólk bæði það sem með recessívar mútusómir og þessar aksjónægur. Þannig við erum í sérstaklega aðstöðu til það snerti. En þú gleymir því svolítið að það sem erfðafræðin gerir þegar hún gefur þér lifetime risk og það engin möguleik að ná tíma með erfðafræðin. Þú verður að byrja að nota lífvísa eða bæmarkir eins og hvort. Ja, algjörlega. Takk. Takk kærlega fyrir þetta Hans Tómas, fyrir bæði að tala þessar byltingar og svo fórstu líka aðeins að tala draumana sem hvað við viljum gjarnan að gerist í framtíðinni og það var gaman að heyra því. Næst færum við okkur aðeins meira inn í svona þessi praktísku mál og fáum Sigurdísu Haraldsdóttur, krabbameinslækni og yfirlækni á Landspítala og prófessor við Háskóla Íslands til þess að tala eins einstaklingsmiðlæga heilbrigðisþjónustu í framkvæmd. Gjörðu svo vel. Þannig að koma þetta. Þekkirðu þinn titil hérna? Þessi. Ekki þetta. Það var það sem við vorum á. Það var einmitt að þetta. Nei. Það var nútínd í húsinni. Þá. Ég sé það ekki alveg hérna í fljótu bragði. Varstu búin að sé það inn? Það er alveg mjög að heimspekingar hafa mjög sérstakt samband við tölvuna. Já, mjög. Já, en ég sendi ykkur glærurnar, var ykkur búin að setja þær hérna inn á tölvuna eða? Nei. Nei, það var... Ok, þá þarf ég aðeins að fara í Gmailið mitt og afsaka þetta. Nærðu því. Hérna.
Svona til að nota tímann þá ætla ég bara aðeins að minna á fyrirkomulagið hérna í dag að eftir næst við erum með 2 erindi viðbót og svo förum við í pallborð og það verða bæði leiða spurningar á sal og svona umræður í pallborðinu. En ég minni enn og aftur á að þetta er morgunverðarfundur og ég vil gjarna að þið gefið ykkur smá tíma hérna til þess að hittast og spjalla saman í lok fundar og njóta veitinganna. Það er ekki komið kaffi sem fólk getur fengið sér hérna rétt um það. Já, það varst þú ert Já, þú varst ekki með glæru. Ég var með smá. Það er reyndar að sína eina vefsíðu í restina en bara ekkert meira sko. Lærðu að Er það þessi hérna? Nei, það breytir svo sem engu sko af því að þú þarft náttúrulega alltaf að sækja þetta. Þannig að takk fyrir. Gott ef að fólk laði sig bara í kaffi á meðan ég nægi þetta. En ef við ekki bara skipta og svona í þetta? Við skulum gera það. Já. Það er sem sagt, ég sagði áðan að við ætlum að tala um svona einstaklingsneiða heilbrigðisþjónustu í framkvæmd núna næst, en við förum þessi stað ekki í framkvæmd heldur í persónulega reynslu. Þannig ég ætla að bjóða hérna velkomna Jóhönnu Lilju Eiríksdóttur, formann Brakkasamtakanna. Gjörðu svo vel. Kæru gestir, ég vil byrja á því að þakka fyrir boðið að tala hér í dag. Það er bæði heiður og ábyrgð að fá að segja mínu sögu sem er líka saga margra annarra og tengja hana við þá hugmynd sem vil ég ræða hér í dag, einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu. Ég var með einstaklingsmiðaða. En ættarsaga mín er mjög samofin krabbameini. Það hefur fylgt okkur eins og skuggi í gegnum lífi, bæði mamma og systur hennar giftust mönnum með Brakka 2. Synir systur mömmu dó báðir ungir og krabbameini annar fæddur árið 1961 en hann dó árið 2014 eftir 7 ára baráttu, aðeins 53 ára gamall. Þetta er ekki bara saga einna fjölskyldu, þetta er líka samfélagsins sem ég ólst upp í. Ég er frá Fáskrúðsfirði, þar er ein stærsta brakkaætt landsins sem á rætur rekja þangað, þar var krabbamein alltaf umtalað. En það var tengt hræðslu og dauðadóm og fyrir mér var krabbamein ekki sjúkdómur sem hægt var að meðhöndla, heldur voru það endalokin. Í móðurætt minni er ekki brakkagreining en samt voru þau systkinin 8 og 6 þeirra greindust með krabbamein. Ég sá þetta og bað brjóstamyndatöku frá 30, aftur og aftur, en alltaf fekk ég sama svari, þú þarft þess ekki. Þegar íslensk erfðagreining bauð upp á fólk gæti fengið að vita hvort það bæri Brakka 2, sótti ég strax Ég var sannfærð að ég væri með þetta gen. Niðurstaðan kom hins vegar neikvæð og það var mikið fagnaðarefni. Árið 2019 greindist ég móður mín með krabbamein og árið 2020 fór ég með henni í erfðaráðgjöf á Landspítalanum. 2 dögum áður en ég fekk mína niðurstöðu, fekk hún að vita að hún bæri ekki erfðalegt krabbamein. Ég hugsaði gott, nú hlýt ég að vera laus. En svo fekk ég símtalið frá erfðadeildinni og niðurstaðan er sú að ég ber Brakka 2, stökkbreytingu C 8796 DLC. Hún reyndist koma úr föðurætt minni sem ég þekkti lítið til. Ég hringdi í pabba minn og sagði hann að ég væri með Brakka 2 frá honum. Hann sagði að þótt þú sért með þetta, þá getur þetta stokkið yfir mig. Ég sagði því ef þú ert ekki með þetta og mamma ekki heldur, þá ert þú ekki pabbi minn. Hann fór svo í próf og fekk niðurstöðuna að hann væri með Brakka 2 sem betur fer, sem var í raun bæði létti fyrir okkur bæði. Ég taldi mig sterk andlega en brakkagreiningi var mikið áfall. Ég vissi í raun ekkert hvert ég ætti að leita. Ég var ekki með krabbamein og hugsaði því ekki til krabbameinsfélagsins. Það eina sem mér datt í hug var erfðaráðgjöfin. Ég man hvað það skipti miklu að geta hringt og spurt Vigdís hlutina, því annars satt ég bara heima og googlaði mig í drasl. Ég sem hélt ég vissi allt Brakka í gegnum ættina mína áttaði mig á að ég vissi í raun ekkert. En samskipti við Landspítalann voru allt önnur en hjá erfðaráðgjöfinni. Þar fann ég ekki sömu persónulegu nálgunina. Eftir greiningu var mér sagt, nú fer þetta allt í gang. Þú fær símtöl frá brjóstadeildinu og kvennadeildinu, þú færð í skoðanir og svo getur ákveðið hvort þú vilt eftirlit eða áhættuminnkandi aðgerðir.
Ég hélt þetta væri svo einfalt, en svo fór biðin að lengjast og enginn vissi neitt. Það var eins og boltinn hefði horfið inn í kerfið. Ég endaði að fara til heimilislæknis til að biðja hann að ýta á eftir kvennadeildin og brjóstadeildinni. En kvennadeildin fann ekki beiðnina, hún týndist 2 sinnum. Þegar ég loks hringdi sjálf til að spyrja stöðuna fékk ég að vita að ég var í númer 50 á biðlista í september bara eftir skoðun. Ég fekk mína greiningu í maí. Þá brast mér þolinmæðin og ég skrifa póst og sagði setja mig bara inn á geðdeild þangað til ég fæ tíma. Því ég get ekki lifað í þessari óvissu. Það var ekki fyrir en þá sem eitthvað gerðist. Á það raunverulega að vera þannig að þú fái tíma bara ef þú ert nógu ákveðin en annars ekki. Þetta kjarninn í vandanum. Kerfið sá mig ekki sem einstakling sem hafði tekið ákvörðun og þurfti lausn. Það sá mig bara sem nafn á biðlista. Ferðirnar á brjóstadeildina, hitta skurðlæknir, hitta lýtalæknir, fara í fræðslu, fara heim og hugsa málið. Aftur kom eftir 2 vikur, ég fór aftur og aftur í skoðanir og fræðslu. Alls 18 ferðir með Herjólfi til Reykjavíkur, fram og tilbaka. Áður en ég komst yfirleitt á biðlista. Skurðlæknir sagði að það kæmi 2 skurðlæknar og myndi taka brjóstin og 2 lýtalæknar að byggja upp og gervirtunum er hent. Einnig væri hægt að hafa kvensjúkdómalæknir sem tæki eggjastokana í sömu aðgerð. Ég kom út í bíl og sagði við manni minn, ég verð flökuð og slægð. Enginn sagði að ég gæti valið að fara í áhættu minnkandi brjóstnám á klínikina eða í skoðun til kvensjúkdómalæknis út í bæ. Ég ákvað strax að fara í áhættu minnkandi aðgerð, að láta fjarlægja bæði brjóst og eggjastokka. En ég þurfti að fara heim og hugsa málið, orðið 48 ára gömul. Það er ekki í lagi. Eftir að ég ákvað að fara á klínikina fór ég í viðtal til Kristjánsskóla í október og ég var komin á skurðarborðið í desember. Hann gerði fyrst brjóstaminnkun og ég hélt gervirtunum, síðan var brottnámsaðgerðin. Læknirinn minn var bara einu símtali í burtu. Ef ég fann eitthvað sem var ekki í lagi eins og sýking var hringt tilbaka eftir 1 SMS. Hvort sem það var á laugardagskvöldi eða á virkundegi. Ferli gekk þó ekki eins hratt og vel og ég hafði vonast eftir. Ég enda á því að fara í 7 aðgerðir, brjóstnám, meðhöndlun sýkinga, sílikon, fitufyllingar, lagfæringar og loks brottnám eggjastokka á Landspítalanum. Alls voru þetta 49 ferðir með Herjólfi. Þetta var langt og erfitt ferli bæði líkamlega og andlega og er enn að fá að minnka líkunar úr 85% niður 3% á að fá brjóstakrabbamein er alveg þess virði. Ég veit að saga mín er ekki einstök. Í brakkasamtökunum sé sama mynstrið aftur og aftur. Skortur á samfellu, langir biðlistar, enginn sem tekur heildarábyrgð og kostnaður sem margir ráða ekki við. Kæru gestir, við sem fá brakkanniðurstöðuna viljum ekki bara lifa lengur, við viljum lifa betur. Til þess þarf að breyta ferlinu, tryggja samfellu í eftirliti, hafa skýran ábyrgðaraðila eða teymistjóra sem heldur utan sjúklinga og létta kostnaðinn svo fólk slepp ekki lífsnauðsynlegu eftirliti. Að borga 36.000 í segulómur er bara of mikið fyrir margt ungt fólk. Einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta er ekki bara hugtak á blaði, hún getur breytt ferðalagi sem annars er fullt af kvíða og óvissu í ferðalag sem byggir á trausti, samfellu og von. Ég vona að ferli verði bætt. Eftir þessa reynslu ákvað ég að fara í stjórn brakkasamtökanna og er nú formaður og mér langar að segja ykkur frá ráðstefnu sem verður með 5. og 7. september. Við byrjum í Þjóðleikhúsinu þar sem Kristína Selden, leikkona frá Danmörku, er með einleik sem heitir Why Me og hennar reynslu af krabbameins á komískan hátt. Við sáum brot úr því í Danmörku á brjóstaráðstefnu og var alveg einstök sýning. Eftir sýninguna verðum við með uppi, það var 7 konur í svona lokuðu rými þar sem þær sýna hinar ýmsu brjósta uppbyggingar, ekki bara á glæru í fræðslu sem maður fær og eins verður kona tattúerað með 3D tattúi inn í öðru herbergi. Þannig að það verður hægt að sjá svona ýmislegt sem bara á einum stað sem maður hefur ekki séð áður.
Svo verðum við með ráðstefnu í Húsi íslenskrar erfðagreiningu 7. og þar verður nýjasta í fósturvísagreiningu, nýjasta í krabbameinslækningum, sálfræði aðstoð sem að Krabbameinsfélagið veitir arfberum og aðstandendum. Þetta og mjög mikið af þessu miðað við heilbrigðisstarfsfólk og arfbera og eins þá sem hafa fengið brjóstakrabbamein. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir frábært erindi og ótrúlega góða hugvekju sem var gott að fá þar sem þú ert ekki með í pallborði. Já. Það langar með að nota tímana þegar við þurfum nokkrar mínútur að bjóða upp á kannski, eða þú myndir verið til að svara einni eða tveimur spurningum úr sal. Einhver sem það náttúrulega þurfi ekki að koma, en gjöra svo vel. Og eitt af því sem maður hefur verið að vonast til að muni þróast, það að verða hægt að gera fósturvísagreiningu á Íslandi og 2 fyrirtæki á þessum markaði og ég heyrði í þeim í fyrra og þá voru þeir svona að vonast til þess að það gæti orðið á þessu eða næsta ári. Vissi eitthvað hvað stöðu þessum fyrirtækjum í dag? Já, hann Þórir frá Sunnu verður á ráðstefnunni og ætlar að kynna fyrir okkur þess að þeir eru byrjaðar á. Það ég. Já. Gjör svo vel, að þú myndir kannski, ef við spæti einhverju við. Þórir ég kallar svona, við erum einmitt að fara að bjóða þetta saman með svo það BTGM, það sem að vera vekka þetta senda sína svo við gerum bara fósturvísagreiningu hjá okkur og meðferðina og síðan við senda út og meðferðin við þá farin til að þetta setja fósturvísa sem beðið Takk fyrir þetta, kærlega. Jæja, búið að bjarga, ég byrði bara að afsaka þetta klúður hjá mér. Ég gjör svo vel, Sigurdís. Þarna kom það, heyrðu, já, kærar þakkir, heilbrigðisráðherra, kæru gestir. Fyrst vil ég bara þakka skipuleggjendur fyrir að bjóða mér að koma hingað og tala einstaklingsstyðra heilbrigðisþjónustu varðar linsheilkenni. Linsheilkenni stendur mér mjög nærri því að ég hef rannsakað þetta allan feril minn, fyrst í Bandaríkjunum og svo heima og því fagna ég mjög útkomu þessara skýrslu og hefur raunar kallað eftir því undanfarin ára að við förum að gera eitthvað í þessum málum. Mig langar að segja ykkur aðeins frá heilkenninu en linsheilkenni heitir eftir Dr. Henry Lins sem árið 1966 birti grein þar sem hann lagði það til að krabbamein gætu gengið í ættum og heilkennið hefur verið kennt við hann en í kringum 1990 fundu svo genin og það eru 4 gen sem að tengjast þessu heilkenni. Og það vist ríkjandi, þetta aðalega áhætta á ristilkrabbameini og legbólskrabbameini og þessi gen hafa mismunandi sýnd. Og þar skiptir mestu að þetta MLH1 og MSH2 gen hafa háa sýnd, áhætta á ristilkrabbameini til dæmis 50% á lífsleiðinni og 3/4 kvenna fær legbólskrabbamein ef ekkert að gert. Og svo erum við með genið PMS2 sem hefur talsvert lægri sýnd. Það svona 5% af þjóðinni sem fær ristilkrabbamein á lífsleiðinni þannig að hér áhættan 2 til 3-föld en hún kannski frekar á við það ef maður á 1. gráðu ættingja með ristilkrabbamein og 15% líkur á legbólskrabbameini. En PMS2 þó þannig að ef að barn erfir 2 galla frá móður og föður í þessu geni að þá fæðist það með miklu alvarlegra heilkenni eins og Hans Tómas kom inn á áðan sem heitir CMMRT þar sem nánast 100% líkur á því að fá krabbamein fyrir 20 ára aldur. Og þú veit mikið að vinna að koma í veg fyrir þetta með fósturgreiningu. Það svolítið sérstakt að þetta heilkenni var ekki þekkt á Íslandi fyrir árið 2017 og ég í mínu doktorsnámi vann með Kára Stefánsinni, íslenska erfðagreiningu, Landspítala og Háskólanum og við lýstum þessu heilkenni og það kom í ljós að það hefur hæstu arfberatíðni í heimi hér á Íslandi, 1 af 226 Íslendingum
Það sem var kannski sérstætt var að þetta eru aðalega 3 landnema stökkbreytingar og þær eru í þessum genum sem að hafa aðeins lægri sýnd. Og svo erum við 4 fjölskyldur sem eru svo með þessi gen sem hafa hærri sýnd. Þetta er svona 2–3% af ristilkrabbameins sjúklingum sem að greinast með linsheilkenni og hér sjáum við þessar 3 landnema stökkbreytingar. Þið sjáum að áhættan er þó umtalsverð ef að fólk ber breytingar í MSH6. Það er svona 1/3 sem fær ristilkrabbamein og alltaf helmingur kvenna fær legbólskrabbamein upp til 85 ára aldurs. Og þegar þetta kom í ljós að þá fórum við auðvitað á stúfana og vildum auðvitað finna þessa einstaklinga og fórum að líta öll ristilkrabbameinssýni og legbólskrabbameinssýni hér á Landspítalanum til að skima og finna fólk með linsheilkenni. Og hér sjáum við dæmi lítanir þá á krabbameinssýnum og ef við finnum að eitt af þessum próteinum vantar í æxlið að þá þarf að senda fólk yfirleitt í erfðaráðgjöf. Og við höfum tekið þetta saman þarna í 2 birtingum og við höfum fundum 50 arfbera linsheilkennis með þessari aðferð. Og bara til að benda okkur á það, til dæmis í Bandaríkjunum, að hér er Heather Hempel, kollegi minn og mentor, að í Bandaríkjunum að þá er þetta aðal leiðin til þess að finna arfbera. Þar er talið að 90–95% af fólki vita ekki að bera þetta heilkenni og hér er verið að skima með því að líta krabbamein, en þið vitið, það er ekki verið að byrgja brunnin, ekki satt, það er verið að greina þetta þegar fólk er komið með krabbamein og svo reyna að finna hina í fjölskyldunum sem að bera þetta. Nú, Íslensk erfðagreining hefur sýnt fram á það að þetta styttir æviskeið allavega þeirra sem að bera MSH2 breytingu og MSH6 breytingu. Þannig að aftur það er til mikils að vinna að reyna að koma í veg fyrir þessi krabbamein. Og þið spyrjið kannski, vitum við að skimun bjargi mannslífum og það dettur náttúrulega engum í huga að fara að gera slembiraða rannsókn og skipta fólki að fara í speglun eða ekki, en við vitum það þó frá Finnlandi að það er alveg klárt að þeir fylgdu eftir fólki sem fór í speglun og fólki sem gerði það ekki hérna og birtu árið 2000, að það er svona 65% minna áhætta á dauða og dauðavöldum krabbameins hjá þeim sem að fara reglulega í speglun. Og eins hefur verið sýnt fram á það að fara í áhættuminnkandi legnam kemur alveg í veg fyrir krabbamein í legi. Þannig aftur þetta er áhrifaríkt. Nú, hvers konar skimun og forvörnum er þá beitt? Ég vil kannski aðalega fókusera á ristilkrabbamein og legbólskrabbamein þó svo það sé nú önnur krabbamein allavega hjá arfberum MSH1 og MSH2. En við þurfum að senda þetta fólk í speglun og aldur upphaf spegluna fyrir aðeins eftir hvaða gen er stökkbreytt og við sendum konur svo í eftirlit til kvensjúkdómalækna frá 30 ára aldri og bjóðum þeim upp á fyrirbyggjandi legnam þegar barneignum er lokið. En svo vil ég líka benda á það og þau verða að afsaka hvernig þessar glærur eru í algjöru ólægi, en líka benda á það að magníl er mjög mikilvægt hjá þessu fólki. Því ef þú tekur magníl í 2 ár þá getur maður lækkað áhættu á ristilkrabbamein 40–50%. Þannig að þetta er beint upp úr skýrslu starfshópsins og þetta er eitthvað sem við ætlum að hafa í huga við að forgangsraða upplýsingagjöf og ég hef sýnt ykkur það að arfgerðin tengist styttri lífslengd. Við erum með meðferðir og fyrirbyggjandi aðgerðir sem að draga úr líkum á krabbameini og getur lengt líf. Við erum með skýra verkferli í dag hvað varðar skimun og meðferð þessara einstaklinga. Og við erum með greiningapróf nú þegar. Og upplýsingarnar auðvitað geta valdið kvíða tímabundi, við vitum það, en oft er það svo að það dregur fremur úr kvíða eftir því sem að fólk kemst í eftirlit. Þannig að ég vinna þá með annan fótinn í miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma sem að Hans Tómas kom aðeins inn á og markmið þessara miðstöðar er að halda utan eftirlit og meðferðir og rannsóknir. Og í þessari miðstöð þá reynum við þá að hitta alla sem að bera linsheilkenni og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að fara vel yfir eins og heilsufarsögu og getur fólk farið að magníl. Fjölskyldusögu, stundum er einhver óvenju hásýnd einhverja krabbameina sem hefur áhrif á það hvers konar skimun við beitum. Og svo úr þessari miðstöðu störfum við náttúrulega náið með meltingarlæknum, sendum í speglanir,
kvenlæknum, sumir þurfa að vera í húðeftirliti og svo framvegis. Nú, hver svo áætlaður fjöldi þeirra sem að myndu bætast við eftirlitið ef við förum nú að gefa þessar upplýsingar út? Að þið sjáðu hérna í fyrsta dálkinum þá hafa 85 manns farið í erfðarannsókn og greinst með linsheilkenni á Landspítala og við höfum hitt 60 manns í meðstu sjaldgæfra sjúkdóma og þið spurið kannski hvað þessi 20, það alveg möguleik að þessi fólk sem nú þegar hjá meltingalækni í speglun hefur bara ekki komið til okkar. En síðan áætlaður fjöldi sem myndi bætast við, það það fólk á fullorðins árum 580 manns. Þannig að þetta heill hellingur sem myndi það bætast við og þurfa að fara í reglulega speglanir og í eftirlit með kvenlíffærum. Nú, við erum hérna á Landspítala þáttakendur í stóru Evrópuverkefni sem heitir EUNET-CCC og snýra því að byggja hérna upp krabbameinsmiðstöð en erum þar í vinnupakka sem að snýst forvarnir, primary and secondary prevention og þar absolutt talað það að nýta hluti eins og erfðaupplýsingar til þess að bæta forvarnir. Og hér held ég að við getum orðið alveg leiðandi í þessu starfi og uppbyggingu í Evrópu. Þannig ég ætla að fá enda á því að bara þakka hópnum fyrir mjög vel unna skýrslu. Næstu skref hér verða að vera vönduð en þau verða líka að vera hröð. Við vorum með starfshóp sem að skilaði skýrslu árið 2018, svo voru liðin 7 ár og það hefur ekkert gerst og við viljum ekki að önnur 7 ár líði án þess að við tökum ykkur skref og komum þessum upplýsingum út. En ég hef líka sýnt ykkur það að þetta heilkenni að þetta dæmi það hvað þetta getur verið flókið því að það ekki að samabera breytingi MLH1 og svo PMS2. Áhættan gjör ólík og við þurfum auðvitað að vanda okkur mjög í upplýsingagjöf til einstaklinga sem að fá upplýsingar arfbera status. Og það alveg klárt að ef við ætlum að sinna þessu innan Landspítala sem við hefðum náttúrulega mjög gjarna vilja gera, maður vil síður fara að senda fólk í speglanir út allan bæ. Ef við ætlum að sinna þessu Landspítalum þá þarf að styrkja mönnun og það þarf að styrkja innviði. Hér eru gríðarleg tækifæri til rannsókna og okkur raunar skylda til þess að rannsaka þetta. Og við eigum að verða leiðandi í Evrópu í þróun einstaklingsniðunar heilbrigðisþjónustu. Ég held að það sé engin spurning. Og þakka ég fyrir. Takk. Kærlega Sigurdís, nú færum við okkur yfir í pallborðsumræður og Sigurdís, þú heldur áhrifin pallborði. Þetta var nú eitthvað stólaleysi hérna, en ég vona að við komum, hér stóll í viðbót. Ég reyni að koma ykkur fyrir hérna. Ég ætla að kynna fólkið í pallborði. Hér bætast við María Heimisdóttir landlæknir, Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir erfða- og sameindalæknisfræði deildar Landspítala, Þorvarður J. Löfi, formaður vísindasiðanefndar, Martin Ingi Sigurðsson, yfirlæknir og svæfingar- og gjörgæslulækningum á Landspítala og svo höfum við Sædísi og Sigurdísi frá Frumalendum. Og Halla, sleppti þín nafn nokkuð hérna í upptalningunni? Þú ert mætt, Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Jæja, við erum með streymi, það að biðja ykkur að svara. Haldið þessu svona nálægt andlitin á okkur til þið svarið spurningum. Við tökum spurningur á sal og eftir. Ég mun reyna þarna út af streyminu að endurtaka þær eins og ég get þarna, en þannig ég bið ykkur að hafa spurningar stuttar og hnitmiðar. Það ekki bara það eins og Kári bent á að heimsbyggingar eru í slæmu sambandi við tölvur, við erum bara yfirleitt í slæmu sambandi við allt og þannig að ég geti, þetta má ekki vera flóknar spurningar fyrir mig að ég var endur taka þær. En á mínu sviði, þetta er búin að vera hrikalega áhugavert og frábær framsögurindi í dag og ótrúlega margt sem maður hefur lært og náttúrulega lærði ótrúlega mikið bara að lesa drauginn sem ég vona að flestir hafi náð að kynna sér hérna á sviði hug- og félagsvísinda sem hafa fylgst með þessari þróun sem byltingum undanförnum árum. Þá hefur náttúrulega kannski verið svona þeir rannsóknarverkefni sem eru í gangi hafa svona snúist þrennt í raun og veru. Það rétturinn til að fá ekki upplýsingar, rétturinn til að vita ekki
sem mikið búið að tala undanfarin ár. Og meira talað kannski fyrir svona 10 árum síðan og hefur svona aðeins minkað og hefur alltaf öðruvísi umræð í dag. Gríðarlega raun og veru bara enn byltingin einhvern veginn hvernig eitthvað sem álitið heilögu mannréttindi verða svona, svona afstæðan til þess hefur aðeins breyst. Það hefur líka verið talað svona og í þessum rannsóknarverkefnum talað svona byltingar í heilbrigðisvísindum og það hefur verið að skoða hvort þetta sé einhvers konar, það sem ég má sletta, einhvers konar hæp, einhver loforð sem ekki hægt að standa við. Það sem hefur verið að lofa fólki einhverjum nýjum tímum í heilbrigðisþjónustu sem svo aldrei er óraunhæft eða aldrei gerist. En kannski á sviði hug- og félagsvísinda hefur líklega mest verið samt rætt einfallega hvernig samfélagi tilbúið að takast á við svona breytingar. Og mér langaði svona kannski hefja pallborðið með því að biðja landlækni, Maríu Heimisdóttur, aðeins að ræða aðeins það ég er kannski ekki beint með spurningu en svona, mér langar samt að spyrja þig hvernig telur þú að samfélagið, Íslands samfélag og kannski á hlutverk landlæknis embættisins í þessum breytingum, hvernig er Íslands samfélag tilbúið fyrir þetta? Já, takk fyrir þetta og bara takk fyrir þetta frábæra málþing og þessa góðu skýrslu sem ég held að ég eftir að skila okkur vel fram á veginn í þessu verkefni. Ef við byrjum aðeins á samfélaginu þá held ég almennt séð að Íslendingar séu, ég held að við stöndum miklu betur heldur en margar aðrar þjóðir í því að innleiða nýjungar af þessu tagi. Fólk þekkir mjög vel til starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar og Kára Stefánssonar og hvaða verðmæti það hefur skapað bæði inn í klíníska læknisfræði en auðvitað ekki síður og kannski enn fremur inn í vísindalega þekkingu. Það sýndi sig þegar að opnuð var síðan sem ég man nú ekki hvað hét en þar sem að fólk gat í rauninni flett upp eigin erfðaupplýsingum gefið samþykki með því að fletta sjálft upp. Hvað hét þessi síða aftur? Arger.is. Það voru fjölmargir sem notuðu það og voru mjög hrifnir af því og ég held að það hafi breytt mjög miklu í því hvernig við sjáum þjónustu við til dæmis krabbameinssjúklinga, að fólk gat haft frumkvæði sjálft af því í rauninni að hefja sína vegferð innan heilbrigðiskerfisins í stað þess að bíða eftir því að fá einkenni eða vera kallað inn. Og það okkur öllum svo óskaplega mikilvægt að hafa stjórn á eigin lífi. Þannig að ég held að þetta sé alveg gríðarlega stórt skref sem að kenda okkur pínulítið, já það hægt að gera þetta svona og samt vernda rétt okkar til þess að vera látin í friði og til þess að vita ekki. Maður gat valið sjálfur. Þannig að ég held að samfélagið almennt séð og án þess að við förum út í tölvulæsi og það allt saman sem við erum margbúin að ræða, við erum præmuð fyrir þetta. Við erum komin lengra heldur en mjög margir aðrir í því að nýta okkur þessi gögn. Hvað varðar, svo náttúrulega annað sem skiptir gríðarlega miklu máli og það þessi nýja reglugerð European Health Database sem að bæði veitir okkur miklar heimildir til þess að nýta gögn á milli landa, það styður mjög vel við vísindasamstarf á milli landa og svo framvegis. Þannig að það svo margt að gerast sem að styður við þennan draum sem við höfum verið að ræða hér í dag og svo ég víki mér þá að embætti landlæknis, við höfum verið að vinna mjög mikið undanfæri misseri að því að undirbúa innleiðinguna á þessari reglugerð. Það eru stórir stóra vörður á þeirri leið framundan á næstu vikum og þannig ég held að almennt sé að það gangi það bara nokkuð vel. Embætti landlæknis, okkar aðal hlutverk kannski nú að stuðla að bættri heilbrigðisþjónustu og bættri lýðheilsu og þetta verkefni tikkar nú heldur betur í þau box bæði tvö. En að sama skapi að þá viljum við auðvitað styðja mjög vel við vísindi í landinu og þróun heilbrigðisþjónustunnar á breiðum grundvelli og svo ætla ég nú að leyfa mér í lokin að tala það sem að ég minnsta kosti missi stundum svefn yfir og það hvernig við förum með hvernig við nýtum mannafla í heilbrigðisþjónustu.
Hérna í mörg ár þá misti ég svefn yfir því hvort það væri til peningar á Landspítalinu með einhver staðar annars staðar í heilbrigðisþjónustunni. Nú hefur miklu meira áhyggjur af því hvort það sé starfsfólk, hvort það sé til mannafli til þess að þjóna sjúklingum. Og ég held að það sé þessi tækifæri hjálpa okkur gríðarlega mikið í því að nýta mannaflan betur með því að veita hnitmiðurri heilbrigðisþjónustu. Do it right the first time. Takk. Takk fyrir þetta. Þetta einmitt svona spurningir hvernig maður gerir hlutina, ekki hvort maður gerir það og það náttúrulega kannski oft eins og maður sem fannst í lífsiðfræði sem svarar spurningum hvort ég að gera hlutina, já eða nei. En vil bara senda þessu spurningir mjög áhugaverð. Þetta oft bara einfalda spurningum hvernig hlutin eru gerðir og hvort þessi gerður réttan hátt. Og mér langar kannski, Jón Jóhannes, kannski að þú myndir taka við mikrofonum, spurja þig aðeins svona út í að þegar þú yfirlæknis þerfa á Sameinuðu Landspítala sem er búin að taka náttúrulega stökkbreytingum undanfarin ár en það er kannski ekki nægilega stökkbreytingum. Hvernig erum þið í stakk búin til að takast á við skref í átt að einstaklingsniðinni heilbrigðisþjónustu? Já, þetta er gjörbreyst sem sagt hvernig geta deildarana til að sinna erfðavandamálum og heilbrigðisþjónustu. Það er ekkert líkt frá því sem áður var. Hún var stofnuð 2005 og var þá bara örfáa manneskjur. Nú erum við komin á 50 fólks og við fáum viðtöl kannski 40 erindi á hverju viku til að sinna. Við gerum 1000 erindar erfðarannsókna á ári. Þannig að þetta er allt annað. Og við finnum mikið fyrir því hvað fólk veit miklu meira erfðafræði. Miklu meira tilbúið að taka við henni og ræða hana og fara í gegnum vandamálin. Það er alveg gjörbreytt og virkilega svona ánægilegt að sjá og ég held að fyrir mér er það ósköp einfalt, þetta mun bara halda áfram. Eina stóra spurningin fyrir mér, svona risastóra er hvenær förum við að raðgreina bara alla? Hvenær? Og við þurfum að byrja á því að æfa okkur í því að gera það og þannig að þetta er virkilega spennandi tækifæri núna sem eru að komast, öfl sem eru að koma saman og styrkjast og ég held að við bara glöð, og hvað ætla ég að segja, ánægilega framtíð framöndan þar sem við náum árangri. Þetta er svo stór vandamál. Fólk áttar sig ekki á því hvað erfðavandamálin geta verið stór, ekki bara fyrir einstaklingin heldur alla fjölskylduna. Og líka hvað eru kostnaðarsöm. Við segjum stundum svona pínlítið í gríni, Sameinuðu Landspítalans er ofsagróða fyrirtæki. Takk fyrir mig. Og við megum alveg vera glöð, það má alveg segja það. Hver er næstur? Takk fyrir þetta, Jón Jóhannes. Kannski eitt að lokum, ég finnst að þú ert með mikrofóni. Eru þið með nægilega marga, því við vorum að tala um mönnun, eru þið með nægilega marga erfðaráðgjafa? Ég held að svarið sé alltaf nei við því, sko. Ég held að það verði ekki. En við erum eins og spítalinn, svo ég takki þannig fram, spítalinn hefur stutt okkur gríðarlega vel. Hann hefur ofta ekki haft nægilega peninga til að hjálpa okkur eins og við vildum, en bara með þessa vaxtatölur sem ég var að nefna, þá erum við, spítalinn hefur stutt okkur gríðarlega vel. Það er bara gaman að láta það koma fram. Það kannski þú Þorvarður tekur við mikrofónunum, Þorvarður formaður vísindasiðanefndar og kollegi minn í vísindasiðanefnd til nokkur ára. Ég myndi kannski bara varpa svona opinni spurningu að því að þetta náttúrulega byggist allt grunnurinn að stóran hluta eru þessar rannsóknir og vísindastarfið í landinu. Hvernig bara svona kannski opin spurning sem kannski, eða þú geti kannski leitt þetta inn í evrópska heilbrigðisgagnasvæðið. Hver er staðan í dag? Hverjar eru áskoranirnar og hver er svona hinn vísindalegi ávinningur sem geti kannski beðið okkar? Já, þetta er vissulega stór spurning. Ég vil bara byrja á því að fagna þessari skýrslu því að við einmitt stóðum fyrir málþingi fyrir ári síðan hjá vísindasiðanefnd þar sem við vildum ýta þessari umræðu svolítið af stað því að hún er afar mikilvæg og því er mikið fagnaðarefni að það sé komin grunnur að stefnu. Staðan er auðvitað sú sem við höfum verið að fást við að eins og kom fram hérna í erindum áðan að þá er ekki heimild fyrir því í dag í lögum
að nota upplýsingar sem verða til í vísindaransóknum, hvort sem beint til einstaklingsins eða inn í heilbrigðiskerfið, nema fyrir liggi upplýst samþykki einstaklingsins fyrir því. Og þar stöndum við svolítið í dag, svo ég tengi það þá inn í nýju reglugerðina frá Evrópu, að þar verið að vinna með, eins og kom líka hérna fram áðan, þessa nýju hugmynd það að það sé hægt að taka upp opt-out kerfi. Og það hljómar auðvitað mjög spennandi og hér hafa komið fram hugmyndir hvernig hægt að gera það á Íslandi með því að bjóða fólki í skimun með bréfi þar sem það fær í raun og veru ekki upplýsingar raunverulega ástæðuna fyrir því að það að fá bréfi. Það að segja, það kemur ekki fram hvort það sjálft arfberi eða hvort það bara í fjölskyldu einhvers með arfbera, heldur svona látið að því liggja að það sé mikilvægt að koma í skimunina. Ég ætlaði að tengja þetta inn í evrópska gagnasvæðið. Sú reglugerð gerir ráð fyrir því að allar rannsóknir sem unnar í því kerfi þurfi að skila tilbaka til kerfisins, ekki til einstaklinga, upplýsingum sem verða til í þeim rannsóknum. Sú reglugerð nær ekki yfir neinar aðrar rannsóknir, hvorki í fortíð né í framtíð. Þannig að í þeirri vinnu sem framundan þá held ég að sé mjög mikilvægt að við mótum íslenskt lagaumhverfi þannig að við getum gert þessa hluti sem við viljum gera. Og þar held ég að við komum svolítið líka kjarnamálsins sem það að við erum í einstakri aðstöðu til þess að gera þetta. Og þá auðvitað viljum við horfa til erlendra reynslu og leita eins og okkur svo tamt að gera til nágrannalandana og sjá hvað þau að gera. En við verðum að muna það að við erum í, eins og ég sagði, einstakri stöðu sem gerir það að verkum að við getum þurft að finna þessar lausnir sjálf og setja sjálf reglur hér sem eru hvergi annars staðar. Þannig að ég held að það svona... Já. Gjörðu svo vel, Kári. Í fyrsta lagi, svona sem smá ingang, það væri fáránlegt að leita til Norðurlanda. Fyrirgefðu, Kári, að því þú ert með ingang, má ég biðja þig að tala í það litla tækið þarna, svo að þeir sem að fylgjast með streyminu. Ég ætla að breyta orðalag. Ég held að við verðum að fara varlega í það að leita fordæmi annars staðar í Skandinavíu þegar kemur að því að nota svona gögn, vegna þess að við hér upp á Íslandi höfum búið til flest af þeim gögnum sem eru til annars staðar í Skandinavíu. Þannig að við höfum raunverulega verið vitinn fyrir afgang Skandinavíu þessum málum. En það sem ég finnst svolítið interessant þegar þú segir að það þurfi að setja lög sem leyfi það að upplýsingar hættulegar stökkbreytingar sem að fáist við vísindaransóknir að þeim sé miðlað til þáttakanda. Þarna held ég að þú sért að snúa túlkun á löggjöfinni á haus. Það ákvæði í refsilögum sem segir að það megi dæma því 2 ára fangelsi ef þú ert í aðstöðu til að bjarga lífi manneskju, þú gerir það ekki. Það ekki til þeim lögum sem segir að þetta eigi ekki við þegar manneskjan í lífshættu af til dæmis stökkbreytingu sem veit gefur henni 87% líkur á því að fá banvænt krabbamein. Hvernig kemst það þeirri niðurstöðu að það sé ósamrýmanlegt lögum í dag að veita svona upplýsingar? Já, takk fyrir þetta og takk fyrir að vera sammála mér það að við eigum ekki að leita til Norðurlandana fyrirmyndir því að það var það sem ég var að minnsta kosti að reyna að segja. En það eru 2 hliðar á þessu. Ég held að við séum algjörlega sammála siðfræðilegu hliðina. Ég held að siðfræðilega hliðin sé til staðar í refsilöggjöfinni sem þú vísar til. Hvorugur okkar lögfræðingur, kannski til allrar hamingju. Speak for yourself. Já, þú vorst að segja okkur frá einhverjum gömlum draumi. En þarna,
Sko, löggjöfin vísindarannsóknir er nýrri heldur en þessi sem þú vísar til og lögfræðingar hafa útskýrt það fyrir mér að það þýði að sú löggjöf standi hærra í réttinum heldur en svo sem þú vísar til. Þannig að við getum ekki bara beint hjólað í það þannig. En vegna þess að siðferðilega prinsipið sem að er til staðar í gamlu lögunum er algjörlega gilt, að þá er ég að tala að við þurfum þessa lagabreytingu til þess að komast á sama stað og við vorum í þeirri löggjöf. Mér skilst að við séum það ekki. Ef það kemur í ljós að við erum á þeim stað að við þurfum ekki nýja löggjöf til þess að gera þetta, þá verður allt fljótlegra og einfaldara. En það er minn skilningur að við þurfum þessar breytingar til þess að komast áfram. Örstnögt, Kári. Það er ekkert í þessari nýju löggjöf sem raunverulega kemur í veg fyrir að þú getur upplýst. Þetta er hárfín túlkun manna sem að hafa verið og svo túlkun á rætur sínar í þeim anda sem var í samfélaginu þegar umræðan byrjaði. Ég held að umræðan var að byrja í dag, það varu allir sammála það við ættum að bjarga lífi þessa fólks sem undir þessari erfðafræðilegu fallöxi. Ég ætla að leyfa hérna eina spurningu svona inn á milli að við klárum pallborði. Gjörðu svo vel. Það er bara eitt vinkill í þessari siðfræði. Ef að foreldri neitar að vilja vita sinna stökkbreytingu, þá er það í raun og veru að segja að börnin fái heldur ekki að vita það. Sem að mér finnst mjög alvarlegt að þú takir ákvörðun fyrir þá sem koma eftir þér. Jú, Þetta er mjög góður punktur og er einmitt farið vel yfir í skýrslunni að þarna sé verið að gæta að ákveðnu jafnræði og þess vegna er ég eins og ég segi að taka undir það að við höfum tækifæri hérna til að gera hluti öðruvísi heldur en þeir hafa verið gerðir í öðrum löndum. Það sem ég kannski samt líka reyna að gera er að vekja athygli á því að þessi skýrsla er ekki endapunktur. Hún er upphafið á umræðu sem þarf að fara fram og vera mjög upplýst. Og ég get komið með fleiri punktar sem við þurfum að velta fyrir okkur sem samfélag. Við erum í þeirri stöðu að við eigum þessar erfðaupplýsingar bara fyrir hluta þjóðarinnar. Og við eigum bara upplýsingar til þess að rekja fjölskyldur þannig að Landspítalinn geti búið rétta fólkinu í skimun fyrir hluta þeirra sem búa í landinu. Það er að segja að við erum með stóran hópa fólki, ég kann ekki töluna, 60.000 manns, 80.000 manns sem tilheyra ekki þessum engi. Þannig að eitt af því sem við þurfum að svara í umræðinu sem að er framundan er hvað með einstaklingana sem að eru ekki til erfðaupplýsingar núna og jafnvel ennþá frekar þá sem við getum heldur ekki rakið saman í erfðatrjánum okkar, eigum við að bjóða þeim þá raðgreiningu eða einhvers konar skimun líka og hvernig fer það fram? Nú er ég ekki að segja að við erum að láta þetta stoppa okkur í framkvæmdinni, það er ekki endilega málið, en við þurfum klárlega að ræða þessa hluti líka. Kæra þakki, Þorvaldur. Ég vil langar að kannski að fara til þín, Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Íslands. Nú er Krabbameinsfélagið svona kannski búin að vera einn af, hvað segir maður, helstu vettvangur vísindastarfs og heilbrigðissviði hérna á Íslandi lengi og stórkostlegt starf sem þar hefur verið unnið undanfarna áratugi. Sagan hefur svona, saga félagsins er náttúrulega alveg stórkostleg í þessu tilliti. Hvernig horfir þú sem framkvæmdastjóri félagsins núna fram á þessum nýju tíma? Hvað er svona þér efst í huga á þessum tímapunkti? Sko, ég er náttúrulega leikmaður í þessum sal en það sem mér finnst fyrst og fremst vera hérna á ferðinni, það er náttúrulega að það er verið að kynna byltingar. Við erum að sjá fram á og heyrum sögur af, ég hef heyrt Sigurdísi lýsa tilfellum þar sem að hún hefur gjörbreytt horfum fólks bara með nánast einni rannsókn. Við erum að sjá fram á algerar byltingar, bæði hvað varðar meðferð og auðvitað líka í forvörnum. Og mér finnst mjög athyglisverð þessi umræða sko, þessar hvað fólk eigi að hafa aðgang að miklum upplýsingum og svo framvegis og svo framvegis. Ég
held án þess að hafa nokkur gögn fyrir mér í því að það voru mjög mikil breyting í því. Ég held að við getum treyst fólki fyrir því að ráða við miklu meiri upplýsingar sig sjálft heldur en að við kannski heldum fyrir nokkrum árum síðan. En ég held hins vegar sko í mínum huga og í umræðu innan Krabbameinsfélagsins þá er engin spurning það auðvitað á að hagnýta þær upplýsingar sem að við höfum til þess að varna því að fólk veikist af illvígum sjúkdómum eða til þess að auka batahorfur. Ég meina það er algjör no-brainer. En hins vegar að þá er jafn mikilvægt að hugsa til þess að með þessum upplýsingum sem að nú verða, sem að eru í meira og meira mæli aðgengilegar og við getum gert miklu meira, þá verðum við líka að passa okkur á því að búa ekki til sjúklinga. Við verðum að passa okkur á því að leið og við förum af stað að þá séu ferlarnir tilbúnir. Að fólk, sko að saga Jóhönnu endurtaki sig ekki, að fólk geti fengið svör, að fólk viti hvaða þjónustu það geti sótt, hvar og hvenær og að utanumhaldi sé gott. Og utanumhaldi skiptir líka svo gríðarlega miklu máli til þess að þessi nýja þekking sem að verður til í meira og meira mæli og við hagnýtum í meira og meira mæli verði ekki til þess að auka á ójöfnuð í sambandi við heilsu. Það er ákveðin hætt á því, þess vegna verður við, af því að bara eins og þú nefndir sjálfur í inngangi að fólk á misauðvelt með að afla sér upplýsinga og svo framvegis. Þarna verðum við að passa upp á það að kerfið styðji við alla eins og þannig að hagnýtingin verði sem mest og jöfnust. Takk. Kærar þakkir. Það langar mig kannski svona til þess að fara næsta til þín Martin Ingi. Þú ert yfirlæknir í svæfingar og gjörgæslulækningum á Landspítala. Nú langar mig bara svona að spyrja þig, ertu læknir á spítalanum? Já. Hvernig, kannski ef þú myndir aðeins svona, hvernig horfðu þú á þetta? Já, verður starfið bara svipað hvort sem við í framtíðinni, mun ekkert breytast, eða erum við að horfa á raunverulega byltingu sem getur breytt heilbrigðisþjónustu hérna á Landspítalanum til framtíðar? Bara algjörlega, ég held við höfum heyrt fjöldamörg dæmi það og ég er náttúrulega hérna sem fulltrúi eins af þessara rosalega low-hanging fruit verkefna. Þar sem við höfum erfðafræðilega áhættu að fá lífshættuleg viðbrögð við lyfjum sem að og við höfum engan tíma til þess að vinna fólk upp á þeim tímapunkti, en Íslenska erfðagreining hefur sagt okkur að hvernig 1500 Íslendingum ber stökkbreytingu sem veldur þessari erfðafræðilegu áhættu og þetta eru upplýsingar sem eru ekki skaðlegar fyrir nokkurn einasta mann að vita og hafa lágmarks andlega vanlíðan í för með sér. Það er ekki árleg skimun eða speiklanir. Þetta er eins einfalt verkefni að hægt nú er komið samræmt snjókort, það er hægt að skrá þetta á einfaldan hátt í sjúkraskrárkerfið og þetta er svona eins einfalt verkefni og hægt til þess að setja þetta stað. Það er miklu flóknara auðvitað að setja stað flóknar krabbameinsskimun og svoleiðis. Þetta er dæmið það einfalda, en svo erum við búin að heyra náttúrulega hvernig hægt að gjörbreyta horfum fólks til lengri tíma með miklu flóknara og umfangsmeiri þjónustu. Þannig að þetta mun alveg klárlega breyta bæði meðferðin eins og veitum hann í dag, en auðvitað skapa svo ótrúleg tækifæri til framtíðar. Og náttúrulega sem vísindamaður það bendi auðvitað líka á að við erum í einstakri aðstöðu til þess að skilja svo betur sjúkdóma bæði einfalda, eins og þennan illkynja háhita sem ég tala hér fyrir, því að við vitum arfgerðir Íslendinga og við vitum líka til dæmis hvort þeir hafa þegið þessi lyf, þannig að við getum notað þetta líka til þess að skilja betur sjúkdómana. Þannig að það á okkur hvílir líka svo skylda að mínu mati. Ég ætlaði að spyrja þig út í þennan illkynja háhita sem er náttúrulega sérstakt fyrirbæri. Hvers vegna getur þú lýst aðeins fyrir kannski þekkið það ekki allir inni, hvernig sem sagt þú fáið þessar upplýsingar koma úr frá Íslenskri erfðagreiningu og hvers vegna er þetta svona tekið svo ákvörðun að þetta væri sem sagt leyfilegt en ekki þegar margt annað hefur ekki verið? Já, það er náttúrulega frábær spurning. Það er kannski tengist þeim í þessu hvers eðlis þessar upplýsingar eru og hvað þið geti gert, er það ekki? Já, eðlis upplýsingarna er þannig að það er ákveðin lyfjaflokkar sem við notum í svæfingum og við bráðar aðstæður þegar sjúklingar eru bráðveikir eftir slys
eða bráðveikindi sem að ef sjúklingar með ákveðnar stökkbreytingar sem eru ekki svo sjaldgæfar fá þessi lyf, þá fá þeir lífshættuleg viðbrögð og í dag meiri sem bestu meðferð það byrja 10% ánægtíðina þegar fá illkynja háhita. Þetta hins vegar, það tiltölulega einfalt að bregðast við. Þetta eru ekki lyf sem við getum bara tekið úr umferð því þau eru notuð, þau hafa ýmsar kosti, en það ekkert rosalega mikið vandamál að forðast notkun lyfjanna ef við vitum þessa áhættu og samanskapi ekkert annað sem þarf. Það þarf ekki að gera frekari uppvinnslu, heldur vitum við bara þetta. Það er svona 75% áhætta á dauða stökkbreyting í BRCA2. Það er ekki nema 10% áhætta dauða þessum illkynja háhita. Sem einhvern stendur á því að samfélagi situr róverku hlustar á menn upplýsa þessa stökkbreytingu sem þetta háhita. En við megum ekki segja fólki þetta sem stökkbreyting í BRCA2. Hvernig rökstuður þetta? Kannski ef þú myndir Þorvarður svara spurningunum hver munurinn þarna milli BRCA og háhitans? Sko, mér brestur minni þegar kemur að því að við höfum afgreitt heimild. Ég get svarað þessu. Þetta var fyrir þeim tíma. Þetta var nefnilega fyrir minn tíma, þannig að ég þekki ekki rökstuðningin af svolítið svona það eru forfeður mínir, þannig að ævilengd mín kemur í veg fyrir að ég geti svarað þessu en þetta kemur til af því að í núverandi lagaumhverfi þá það þannig að þegar að ræða upplýsingar úr vísindaransókn þá þarf vísindasiðanefnd að úrskurða og hún þarf að gera það í hverju tilfelli fyrir sig. Á mínum tíma minnstu kosti höfum við ekki fengið ósk það að fá að upplýsa fólk BRCA-gen. Ég veit ekki hvernig við myndum gera það og hvaða áhrif þetta fordæmi myndi hafa á það. En sem sagt, of ungur til að svara spurningunum. Sædís, þú myndir vilja... Já, takk fyrir. Ég ætla bara því að við fórum yfir þessi siðanefndar leyfi og mál við gerðskýrslunar að það var einfaldlega upplýst samþykki fyrir sumum verkefnum og það hafði áhrif á hvernig við forgangsröðum en það er svolítið sérstakt líka við illkynja háhitan að þar í raun og veru ef eitthvað fyrir úrskeiðis þá það læknirinn, svæfingalæknirinn sem gerandinn og það hefur svolítið annað siðfræðilega vingil í þessu heldur en í öðrum málum. Og hefur kannski haft áhrif á ákvörðun vísindasiðanefndar á þeim tíma. Því miður tíminn að hlaupa frá okkur. Ég ætla að leyfa, það hönd á lofti, ég ætla að leyfa eina spurningu til panelsins en svo ætlum við að hafa verið heiður að bjóða heilbrigðisráðherra til þess að vera með loka orðin en ein spurning mér langar til þess að endilega að mikrofóninn sé settur fyrir þau sem í streyminu. Takk fyrir kærlega. Mér langar bara að segja að Íslensk erfðagreining hefur aftur og aftur gegnum árin sótt leyfi til að fá upplýsa þátttakendur mikilvæga niðurstöður og verið hafnað af vísindasiðanefnd. Það eru 2 undantekningar, það í háhitanum og það í járnofhleðslu. Þar höfum við fengið leyfi til þess. Síðan setti ráðuneyti fyrir nokkrum árum reglugerð þar sem átti á öllum upplýstum samþykkjum að heimila fólki að velja hvort það vildi fá upplýsingar eða ekki. Við breyttum öllum okkar samþykkjum, mánuði síðan var sú reglugerð tekin tilbaka. En lögin banna í rauninni ekki að upplýsa fólk en þau veita ekki leyfi fyrir því. Og ég held að það sé fyrst og fremst pólitísk ákvörðun en þarna hefur vísindasiðanefnd gegnum tíðina staðið gegn því að það væri hægt að veita relevant upplýsingar með því að neita okkur að setja það í okkar umsóknir og í samþykkin. Þetta alveg hárrétt og ég þekki þessa sögu og þetta þessi 2 dæmi þar sem vísindasiðanefnd hefur eftir að fara yfir málin veitt sem sagt leyfi. Miklar umræður. En til þess að tíminn náttúrulega hlaupið frá okkur eins og gerist alltaf í svona viðburðum. Þetta náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og stórt mál sem við getum rætt fram eftir öllum degi og hefði líklega þurft heilan dag til. En til þess að ljúka þessu öllu þá langar mig að bjóða Ölmu Möller heilbrigðisráðherra hér í pontu og kannski segja örfá lokaorð. Takk. Og ég ætla að þakka panelinu sérstaklega fyrir þetta framlag. Já, fundarstjóri, kæru félagar nær og fjær. Það búið að vera mjög ánægilegt að sitja hérna og gaman hvað eru margir, enda efni sérlega
áhugavert og ég vil þakka öll góð erindi og ég er viss að það á við mörg okkar þar sem að Nóbelsverðlaunahafinn Enrico Fermi sagði einu sinni eftir fyrirlestur sem honum fannst flókin: I am still confused but on a higher level. Ég ætla að fá að þakka formanni hópsins Kára Stefánsssyni og Sædísi sem að dró vagninn við að skrifa skýrsluna sem og mínum góðu samstarfskonum í ráðuneytinu, Kristínu og Ingibjörgu. En við höfum rætt hérna einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu og hérna í mínum huga er það sem við höfum verið að ræða hér í dag tvíþætt og hvort tveggja auðvitað stuðlar að því að bæta heilsu okkar og gera heilbrigðisþjónustu markvissari og vonandi þegar fram líða stundir kannski kostnaðarminni. En það er annars vegar klínísku tilgangur og þar þurfum við að koma á miðstöð sem að heldur utan þessa sjúklingahópa, ferlana og annað og þar þurfum við að gera betur eins og Jóhanna Lilja er búin að útskýra svo vel fyrir okkur. Og síðan ætlum við að nota alla þær upplýsingar sem við höfum til að búa til gagnagrunn þar sem að við með aðstoð gervigreindar vonandi sköpum nýja þekkingu og skilning á heilsu og hvernig við eigum að vernda hana. Nú eins og fram hefur komið þá höfum við Íslendingar afar góðar forsendur til okkur takist vel upp. Við erum mest raðgreinda þýði í heimi. Við eigum góðar heilbrigðisskrár og gögn frá vísindastarfi, fjölda lífsýna og gagnagrunna. Við eigum sterkt heilbrigðiskerfi, hvað sem hver segir. Og við eigum frábærlega menntað heilbrigðisstarfsfólk og vísindastarfsfólk. Nú aukin heldur þá erum við fámenn, við erum vel upplýst og hér ríkir jafnræði og traust. Og ég segi bara ef ekki við, hver þá? Og það er svo sannarlega ekki vanþörf á því að skapa nýja þekkingu og beita nýjum aðferðum því að það er nefnilega þannig að heilbrigðisþjónusta eins og við veitum hann í dag er ekki sjálfbær. Það er mjög vaxandi eftirspurn af því að við lifum lengur sem er auðvitað ánægjulegt en líka vegna langvinnra sjúkdóma og við erum að fá kostnaðarsama nýjungar og samfara því er skortur á sérmenntu fagfólki og síðan er efnahagurinn aðþrengdur og það er sífelld samkeppni peningana, nú síðast frá varnar- og öryggismálum og við einfaldlega verðum að breyta okkar nálgun. Og fyrir mér er það tvíþætt og hvorttveggja risastór verkefni. Við verðum að efla lýðheilsu með heilsueflingu og forvörnum og freista þess þannig að minnka eftirspurn eftir þjónustu en líka að leita leiða til að nýta þá fjármuni sem við þó höfum með sem allra bestum hætti. Og hér er gríðarlega margt undir en nýting tækni svo sannarlega þar undir. Og allt kostar þetta fjármuni en fyrir mér þá gildir að byrja eins og íþróttafyrirtæki segir just do it og síðan mun þetta vaksa fram. Og ég segi líka að hálfnaðarverk þá hafið er. Samhliða þá þurfum við að hafa augun hjá okkur varðandi fjármögnun. Það er til dæmis víða hægt að sækja styrki, til dæmis til Evrópusambandsins því að ég er algjörlega handviss það að sú þekking sem að hér við ætlum að láta verða til hér, hún mun nýtast öðrum þjóðum. Nú það sem snýr að mér sem ráðherra og okkur í heilbrigðisráðuneytinu, það er að við ætlum að færa þessi drögastefnu í búning þingsályktunar og leggja fyrir Alþingi Íslendinga og það er þá orðið að stefnu og þar þarf auðvitað að taka tillit til fjármögnunar og annars. Og síðan er mikil vinna fyrir höndum að fara yfir alla lagaumgjörð sem þarf en næsta verkefni er samt að skipa þessa sérfræði nefnd sem lagt er til í skýrslunni og sem mun þá draga þennan vagn. En kæru félagar, við erum hér og ætlum að brjóta blað
í sögu íslenskrar heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu. Það mikil vinna framundan en verkefnin eru til að vinna þau og ákvarðanir til að taka þær og ég endurtek hálfnaðarverk þá hafið þér. Takk fyrir. Ja, með þessum fallegu orðum þá segi ég þetta málþing lokið. Takk kærlega. Takk fyrir komuna.